FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Bles Zero og CBD Reykjavík. Það allir tilbúinir hér, klukkan orðin 4, það föstudagurinn 8. maí og eftir 95 Blö hefur hafið göngu sína þá bara ágætis föstudegi, fullu bátur blönduleiti og beint að móti mér sitja tveir snillingar, Egill Einarsson og Steindór Steindorsson, verið velkonir. Thank you. Hvað eru menn? Hvað, heyrist ekki í þér? Þú voru að taka rétt að mæk. Hörðu, það brotin. Fekk ykkur stíð. Ok, maður sjá, en núna brotalagi. Halló? Það er ekki. Það er sko að ég sé á tökkunum, það er ekki allir fattað þetta. Setja á mic 3 í stafur 2. Já, ég vissi nákvæmlega hverju ég átti í. Og heyrist ekkert í headphone-unum heldur? Já, ég get ekki lagað það fyrir þið. En ég get lagað að það heyrist allavega í þér núna. Það er ákvæmt. Það er fyrir öllu. Það búið að rífa hann á hjólunum Búið að rífa. Hvað er plötur ekki? Fekk ykkur stýrakast hérna. Stúdíóð er bara í rúst hérna. Heyrðu, þetta er bara Headphone virka ekki, brotin mic. fyrsta formlega kvörturinn frá Djóna hafa þetta Er núna. plötur bara á fórsinum að fá sér það? Sko ég hef aldrei verið á Fossunum og plóter er ekki þar. Nei, hann er minn maður þarna. Ég var hann síðust ekki, mætti í brönnsinn sem bara ekkert aðeinslega góður. Var plótvélinn, fyrsti maður sem sá að sturta í sig. Það með allt upp á 10. Já, býtu, hann býr í hverju. Hann býr við hliðin á staðnum. Já, hann bara rávar yfir. Þannig að það er stutt fyrir hann að fara. Þetta er stór hættulegt fyrir hann. En hann þarf að halda stúdíónu góðu samt. Eins mikið við þáum hann á Fossinum Þú missa boltan aðeins það sko. Hann er góður í að hella í sig. Það er, við dæmum það ekki. Það var ekki toppmaður. Já, herðu 8. maí það þýðir að það voru barnaafmæli hjá okkur öllum 3 í vikunum, drengir. Já, við vorum samstígaði með þessa grislinga. Þið var ekki með börnin ykkar. Já, sömuleiðis. Tíminn flýgur. Þetta er, galið maður. Þetta er stóramæli hjá mér og Púp sko. Þegar 5 ára er bara, þú veist, það er stóramæli. Sko, eldri dóttir mín á leiðinni Gaggó sko. Já. Þetta er þannig, staðan er þannig. Þetta er ekki hægt. Og bara komið hund sem er ekki eins og hundur, þetta er eins og alf. Muni, þetta er alf. Hann er orðin 2 metrar á hæð þessu hundur. Hann er svona stóran hund. Hvað fær ekki bara hund sem er bara alltaf tiny? Þetta er risastór hundur. Risastór. Það er stór hættulegt. Það er ekki döð. Hann stjórnar bara. Stjórnar heimilinu? Já. Herðu, svo er eitt hérna, Steindi, 8. maí, við sko að gerast 9. maí. 9. maí. Það er bakarslaupið, það er nokkur búin að senda mér það. Já, það er bakarslaupið. Ertu að fara að hlaupa það? Nei, því miður ekki. Ég, sko. Þannig að þú laugst þessu enn eitt árið. Já, við erum að gigga á morgun. Þú munt hlaupa. Já. En akkur kemur alltaf þetta hlaup með einstaks fyrirvara? Nei, það er löngu búið ákveð. Guðni Klippari senda maðan hérna, hlakka til að heyra hvernig ég ætla að takla þetta morgun. Er ekki basic klárt og þú ready og skotni ready og allt þetta. Ég skildi ekki eins og hvað áttu við. Þegar maður sér þetta ekki auglýst mikið. Það er enda ákveðs punktur. Ég vissi ekki á þessu fyrir að þetta daldist á Instagram. Það er út af því að þið eru ekki hlaupa lúðar. Þið eru ekki einhver 10 grúppum í einhver hlaupahópa sem einu umræðefnin eru einhver bakarslaup. Þeir eru að setja ykkur inn í þetta. Steindi þarf að fara að koma sér í þá grúpu. Við vitum þetta smá fyrirvara í einhver svona grúpu sko. Að hlaupa. Að hitta hópa fólki, setja á eitthvað ennisband og hlaupa. Skemmtilegra þegar maður tekur þátt í svona hlaupi að kannast aðeins við hina keppenduna. Þannig að ég geti hitta og já, ég get lofaði því í grúpunni. Ef þú ferði í einhverja hlaupagrúpu það verður litið jafn mikið niður á þig í þeirri grúpu og var litið niður á Egil í hérna bóka, hvað var það hérna? Rithöfunda. Ég er ennþá þar inni sko. Hvað, ertu búin að posta ykkur nýlega þar eða? Ég er ekki búin að posta en ég skoða allt sem kemur inn. Já. Og ég læka stundum. Var ekki Þorgrím með Þráins einn sem lækaði eitthvað hér? Já sko, við erum klór sko. En þú varst alltaf að stinga upp á partí. Egil hendi tíma hvort það ættu ekki að fara að hittast allir rithöfundir. Það fekk 1 like af 200 manns á Þorgrím með Þráins. Svo leika læna við vodka Red Bull partí á Austur á sínum tíma. Það var ekki vel í það rithöfundarsambandi. Þannig verður stemmingin þegar Steindir er að setja eitthvað inn í hlaupagrúpum. En það sem ég langar að gera þetta er á mínum bucketlista, mér langar að hlaupa þetta hlaup og ég væri til að hafa ykkur í horninu og þá þurfið þið náttúrulega að taka alveg vakt. En þú munt hlaupa í svona sólarhring þú munt hlaupa bara að hanga til og drefst náttúrulega. Það er ekkert mál fyrir okkur að hanga í einhverju. Ég er ekki sem ég nenni að hanga í sólarhring. Sko myndið þú nenni að hanga í sólarhring? Þú er að sæna inn í það og meina það. Þú ert aldrei að fara að hlaupa í sólarhring. Þú er að vera með Snickers. Þú er hættur eftir 3 tíma. Alls konar stemningu. Það er að drekka mér út að hlaupa. Ég var svona veltaði fyrir mér að ekki að drekka. Ég vil ekki að drekka. Nú hvað varstu ekki að byrja Snickers og light? Það er að fá sér 1 lightbjór í miður hlaupi en að fara að drekka.
drekka bara í hlaupinu. Þú ert ekki í jagurnum. Nei, þú ert ekki á fyllir í að hlaupa En getur þetta verið kannski á streym eða eitthvað. En ég og Blöð erum svona in your corner. En við erum samt bara heima. Ég er bara með því í tölvunni. Nei, það gengur ekki. Áttu við ekki að vera alltaf ykkur tjald að peppa? Nei, þegar leið og ég Get ekki verið í sólarhring. Nei, eftir hringin, það er 6-7 km hringir. Ef ég lendi hjá ykkur, þá nenni ég ekki að vera að fara beint á Zoom-fund við ykkur. Þið heima, þú veist, þið þurfa að vera á staðinu. Við verðum alltaf mættist ráðum. En ég held um henni bara rétt að ráfa í mark þegar komið að næsta hring. Ég held um henni aldrei. Já, en það þarf okkur ekkert. Þú ert ekkert að fara að fá okkur að 5 minúta pásu þarna. Ekki 5 minúta pásu. Ég held þú takir þetta bara í einum rikk einhvern veginn. Ég hugsalega myndi gera þannig að ég myndi reyna að reikna þetta út ef ég myndi ráða við það að hafa þetta þannig að ég væri að koma alltaf í mark og hefði svona 5 minútur max. Ég þarf ekki meira. Það er 6 kilometrar sem maður þarf að hlaupa. Já, ég held að það sé ekki gott að segja að þú sért í hálftíma að bíða eftir næsta. Sko, þú tókst einu svona 24 eða ekki? Hálfmarathon. Já, 22 eða eitthvað. Þetta segir okkur það að þú mynd ná svona 4 hringjum. Ég get alveg hangið hérna í... Ég er ekki að hlaupa miklu lengra en þess að 22. Já, þú kannski ekki lappaði viku eftir það. Vildi ekki geta hitt börnum en þú bakkaðir í mars. Já, en ég lærði líka þar að skónir eru lykilatriði í þessu. Og það varst í þröngum skóm. Ég var í þröngum skóm og ég var í glænýjum skóm. Ég fór að keypti með hlaupaskó deginum áður sem voru mistök. Þú þurftir að læra það bara á að hlaupa og þurftir að vera í þægilegum skóm. Nei, það sem ég ætla að gera í þessu hlaupi er að ég ætla ekki að fara í þessa hefðbundu hlaupaskó. Ég ætla að fara í bara einhverja sko ógæðslega þykka skó sem að er ekki að fara veist, fólk hættir að þeir að fá hælsæri og Það var bara að vera einhver skóm slá. En mátti ekki bara skiptum skó eftir hvað tringa? Jú, mætti það svo sem. Bara 9 skór í hverjum ring. Ég er ekki þessum að það sé gott að vera nýja skó. Meiri líkur að fá hálsæri. Ég held að það frekar bara að vera í elstu skónu. Sko, þetta er 6,7 kilometrar. Já. Og þarft að taka hann innan með klukkutíma. Og nær 3, við erum að hanga í 3-4 tíma. Sko, 4 er 26 kilometrar. Það er nú bara sama og hljóst. Já. En þú þarft að taka tölum meira því að heimsmeti er 119. Þannig þarft að fara svolítið úr 4 yfir í 100. En ákveður heldur að þú veist þetta var hangað í sólaðing? Heldur í alveg að hann sé að vera að hlaupa bara 100 og eitthvað kilometra? En sko rástíminn að það er á klukkutíma fresti. Ég held að hætta aldrei. Þetta er klukkutíma fresti og þú ert ekki í klukkutíma með þessa kilometra fyrst sko. Svo náttúrulega þegar líður á þá ertu bara rétt svo að ná þessu sko. Ég held að hann gæti verið heimsmeistari í þessu. Hann mun bara þrjóskast í gegnum þetta hring eftir hring. Ég held það. Ef ég væri gambling man sem ég er ekki, var það einu sinni og myndi ég setja nær 5 hringjum. Hvenær byrjar þetta morgun? Kannski fer ég bara í þetta. Fyrir geggið. Hvenær eru við on stage annarkvöld? Við erum 9. Ég er 9? Það ætlar að koma bara beint og bakarslaupinu upp á svið. Það væri reyndar helvíti vond. En hvað er hérna Klukkan hvað byrjar þetta? Það tekur 5 daga að vinna þetta. Því að málið er heimsmetið sem er Phil Gore frá Ástralíu sem verður eitthvað tæpur sámeistari. Hann hljóp 798 kilometra 5 daga samfellt. Hann svaf ekki 5 daga. En veitir hvað það er bara galið. Hann er auðvitað að vinna þetta. Það er bara 5-6 dagar. En veitir hvað er þreytt? En pæli hvað er þreytt að ég færi á alveg rönnaðna morgun og ég væri bara, herru, mér líður bara ágætlega eftir nokkur ríki. Ég þarf bara að hætta þá. Ég þarf bara að hætta, ég þarf bara að vera á sviði. Ég þarf bara að ræsur eitthvað út í það, bara eitthvað sexy gæði með yfir á senda hann upp á svið. Já, sko, ok, við erum búin að tala svo oft þetta Steindi, að þú verður að segja. Hvað er ég að segja? Ég er með barnaafmæli morgun líka, byrja kl. 2. Ok, ég er með hugmynd. Ég hugsa núna við múið segja með barnaafmæli bara í hlaupinu og kemur alltaf að hitta krakkar bara klukkutíma fresti. Nei, það er annað í haust. Þetta er 2 ári. Fá það bara snemma núna. Ef það er eitthvað sem getur sendt okkur á grammið, við fáum vel allt frá hlustundum. Hvenær er næsta á þessu ári? Þá þarf að taka það frá. Það þarf að taka 5 daga frí sko. Vonandi er það í ágúst eða eitthvað, ekki í sept eða ótt. Það er algjört vesen sko. Við verðum að fá sunshine. Sunshine, herru, getur ekki alltaf að fara að fá smá hita hérna á þetta land. Ég var að keyra, fór á Tindastóll Stjarnan að snjóað á mig. En það er eðlilegt í mæ. Það er alls ekki og bara snjókoma. Viðbjöður, ég er á sumadekjum. Akkur byrja þetta hlaup ekki bara kl. 8 í kvöld? Ég er með hugmynd, út af því að til að fá svona skóla fyrir þig, Steinþór, að Íslandsmeistarinn er sem Þorleifur Þorleifsson verðist vera, sem tók 50 hringi. Ég veit hver það er, ég fylgdist með þessu. Sem er 335 kilometrar. Og hann sopnaði hlaupandi, sem er skemmtilegt. En hún var samt að hlaupandi. Ég veist að bara Þorleifur, bakarslaupari, sopnað á hlaupum í miðri braut. Það er enda. Ég get ekki sopnað í flýi sko. Þannig að sko ég veit ekki, getur ekki fengið þennan meistari spjall og hann svona segir hvað þú þarft að hafa til þess að það er rosalegt að geta fá mann í blöðkasti. Já, fá mann í blöðkasti. Það er rosalegt að geta að vera hlaupandi og sofandi á sama tíma. Það er lengst af varamagandi en hann hljóp líka sofandi. Hvernig veist hann hvert hann þetta fara? Ég veit
dreymdan Ég er bara bara með alveg klár á með þessu. hlaupi. Sko, ég lappaði í svefnin, ég veit ekkert hvað ég er að gera. Hvað þá að hlaupa í svefninu, út að kepp? Það væri mjög gaman, svo náttúrulega er líka Mari búin að vera náttúrulega að gera heimildamind. Já, Og var hún í svona bakarslöpum líka? Já, og hún er bara með þeim bestu, sko. Og Hún fannst er- sík og svo þú Já, Já, hress og henni var skemmtileg. ráðlagt að hætti ekki að reykja. Sigrún Óskar ekki að heimildamindum hana. Það verður gaman að fá þau, bara að hlera þau, fá þau í spjall, aðeins að heyra bara hvað það maður að gera, hvað það maður að hafa í huga, er þetta bara skotnir, er þetta líka jakkin, Ég held að það getur bara þrjóskan, það getur verið neinu standi fyrir Þú munt bara álpast, hringast standi, ég var að heyra af hlaupinni áðan. Er þetta fík? Nú eru við þrýr hérna við könnustumálið Já, fík. þetta er fík. Já, það er gleðilegt. Jú, þetta er hlaupafík, Ef þú ert fann að, já, ég held að. þetta er bara að þú farið eitthvað kikk út úr þessu brunna. Já, Ef þú ert fann að hlaupa það lengi og sopna hlaupandi. Já, sko veistu, það er svona svo kikkar inn alltaf þú ert komin á, sko, hvað, 300 kilometra. En ef hann sopnaði, hvað með þá Phil Gore sem hljóp í 5 daga? Hann hlýtur að Stein sopnaði hann eitthvað ringi mega keppundu vera okkur, eru menn bara á spýtti að með það? Nei, ekki kannski spýtt en einhverja koffíntöflu hljóta nú að sleppa. Sko, þetta er Hvað, hérna, Hvernig hann fara að vaki Þetta er 5 máli, daga? þetta er hraði 6,7 hann á hljóðbreytinu þetta Það er er nánast að labba rösklega Nei, Þú þetta gætir er- nánast Nei. að labba þetta tiltölulega rösklega ring Þú þarft samt til Þetta er að, ekki til að hlaupa 7 kilometra. Þú þarft alveg samt að skokka nokkuð þétt, sko. Hvað ætlum sé margir að fara að keppa á morgun? Hvað ertu... Þetta er mjög vinsalt hlaup. Hörðu, ein tæknispurning Steinþór elskar að hæja sér, hann er lengjaði Hann hægir sér í 12 gerir það í tíma. breikunum. Og má ekki trubla hann. Nei, þú munt aldrei ná breykinu, þú munt alltaf vera akkur á Nei, klukkan ef það þyrst eitthvað þannig að þetta, maður finnur Munt eitthvað, þú gefa í þá? þá gætir annarkort gefið í næsta ring til að Eða- fá tíman eða Skellur og lá- döð þreytt, þú ert að gefa í svo Já, mikið skýt. eða Nei, bara verður- gert það sem að Hörðu. allir helstu marathon hlaupar að gera og það er stolt í því, það er rosalega stolt í því þegar fólk skýtur í sig. Það er Það ekkert er stolt við það skýt í sig. ekki að þú ert út í búð en ef Er þú það great ert að honor? hlaupa og ef þú ert að keppa Hvað veistu það að það sé að great honor að skýt í sig þegar þú ert að hlaupa? sko, ef þú ert að keppa og skýtur í þig þá er það a great honor en ef þú ert einhvers staðar að þvælast bara ert út í búð eða ert að rauðu ljós og skýtur í þig þá ertu bara í rugli sko. Þetta er alveg Ég hef aldrei heyrt það að sé einhver honor. En veistu hvað your signature move er, Stóni? Bleia Þú mæti bara í bleiu Auðvitað. Skítur í því grenjand og hlátri Svo bara heldur það að hlaupa Ég held samt að- Hlýjar og bara skýt og mikið í Svo þig. Þetta getur getur ég og ekki- blöð skipta á þér Sett glænið að bleia á þig Og svo bara íttir áfram En Heldur það að hlaupa en er möguleiki ekki þú veist, vesen. en Það er fyrir að vera möguleiki kamera í tjaldum okkar. Við erum að skipta steinda Það er því að ná ekki- einhverja auka 4 mínútur. það er ekki kamera í Þetta verður svo formúlur Þetta gæti- Eðlilega snöggir að skipta á honum Málið er að- Við þurfum að Rennum honum inn þjálfa okkur á einhverjum hundum eða Nei, eitthvað. það er En við bara- þjálfum okkur á Guinness. Við myndum skipta þá yfir í östu skilabóð og þið skiptið á Við verðum snegstu gæja til að skipta fullunum manni í sögunni Bara svona eins og í formúlunni. Ríður úr Djöfull Bleian hvað á ég til í það, maður. Við hendur þér á búin að æfa skiptingan. Ekkert að skeina neitt. Þetta er bara að taka hann af nýja á. Ein Þá blötuska fær nú max bara á. brunasár í rassin. Það hefur áhrif á Já, hlaupið. penatil Settum við penatil En veitir hvað, ég varandi samt þetta, þú veist, þetta er eitt vittlustur hlaupum bleðin. Ég held samt og getur ekki. Þetta er mjög sniðugt. Getur gert þarfinnar á hlaupum? Já Út í sofa Ég er ekki viss sko. Ég horfði, Hvað meinarðu? hvað heitast þú gæinn sem var klifrað upp á húsið um daginn og hefur klifrað upp á erfiðar fjöllin húsiðin hérna, Það talum var við eitthvað einn rugglaður besti gæi, maður. íþróttamæður í heimi. Já, ég tók Já, sem var að í beinni á Netflix. Ég horfði á Ég man ekki það alveg hvað, Exo eða eitthvað Nei, Alex ekki eða hugmynd. Man eitthvað. eitthvað heitir En þú hérna, veist. hann var spurður út í þetta. Hvernig gerur þetta? Þú ert upp í, þú veist, hann hafði klifur upp fjall með berum Já, já. höndum og þarf að gera þetta. Hann sagði, ég lendi því. Og hvað gerur? Hann hangir á annari og kúkar bara svona í lóan eða þú veist, kúkar og hendi bara hangandi upp En í þá- fjall. en þá bara í verstafalli þarf þú að stoppa í nokkra sekundur, láta flakka og halda svo fram að hlaupa. Ég myndi Svo alltaf skiptum gera við á þetta og kemur í mark. Ég myndi ekki gera þetta, ég væri bara þessu shit, þetta er ringu 2 og ég finna að ég er að degi í þessu. Það er ekki hægt. En ef ég væri Ég er að komin á tala um ring þú. 10, Já. það myndi ég gera. Ef þú skýtur á því á ring 2 þá áttu bara ekkert heim í þessu hlaupi. Sem ég Ég líklega er ekki á bara að ekki heim í. skipta á þér eftir klukkutíma. Það er bara þetta þarf að vera, það þarf að vera komin alveg. þrísvar á mér bara Þá ertu byrjað að fá okkur út úr þessu. sko. Hittir ná haldi í þér allavega 4-5 hringi algjör skellur að Í skotin hafið það það sko væri algjör skellur að þurfa að það væri búin að skipta 3-4 sem á mér bara fyrstu tímana, það væri En við algjör mætum við næsta Þetta er bara, við þurfum að fá info Já. En þú þarft að, náttúrulega, þú ert alltaf fann að svo klukkan 9. Þú eru bara að þrauka með mér. Við þurfum að peppa hann og vera Þetta með var þú að face. vera í En hotninu. ef þú hleypur í 5 daga Ég þarf að leggja með það milli sko Já, þið megi vantilega alveg sofa og leggja Það er bæta heimsmyndu, það hleypur 5 En þið daga megi Hann verður aldrei í svona 5 tíma. Ég 5 spáði því. tíma Já, 5 Þá myndu hringir. skítapa
tók þá þátt og hvað, hleypuð þá 30 kílómetrar? Mér myndi finnast það bara virðingar. Ég segi bara, taktu bara þetta mót niður. Taktu hana Þorleif og pakka hana saman. Það er náttúrulega planið. Taka mótið niður. Hlaupa í 3 daga. Það er planið, en þú veist. Og ég hef líka oft sagt að hér, það sem að þau hafa á mig er eðlilega hlaupið. Það var hlaupið á þess. En það sem ég hef á þau er að ég get vakað. Þannig að þau komið á annan sólarhingur í döðu 3. Menn hann er sofandi hlaupandi. Ég var ekki að því, sko, ég var ekki að klaða vakað. Kannski eftir 2-3 daga. Herri, ég talaði að hafa keyrt norður í Óska Tindastólsmönnum með innilega til hamingju og Grindvíkingum og ég verða að hendi sjátátt hérna drengir á Stjörnumenn. Alvöru sería og í síðasta leikna vantaði 3 byrjunarliðsleikmenn frá Stjörnunni samt alltaf inn í leiknum, þeir náðu ekki að hrista að sér, þannig að ég verða ekki að sjáta þetta mitt fólk í Garðabænum. Alvöru entertainment. Já, djöðlóri eitthvað þeim. En svo er þetta bara 50-50 núna. Tindastól Grindavík, Tindastól byrjar í Grindavík á morgun. Favorite, svona bara 50-50, en náttúrulega Grindavík vann deildina og stólarnir í öðru sæti, þannig að þetta eru 2 eftir liðin. Já, baby maður, baby hans lið. Fá bara alvöru seríu. Úrslita leik og Það væri veistla sko. Þetta skiptist þjóðan líklegast í tvent með hverjum að heldur. Ég held að í svona sériu, segjum að Valur og Stjarnan eða það var í úrslit, þá hefði ég bara haldið með, þú vilt bara góða leiki og 5 leiki og alvöru bara spennu. Þannig í rauninni held ég að þessi margir sem er að fara að horfa á þessa sériu halda með liðinu sem er undir. Svo geti það náttúrulega svo bara úrslita leikur, þá ertu búin að velja að leika. En alveg veistla og talandi Íslandsmeistara titla, þá óskum við að sjálfsögðu Valsmönnum til hamingju með Íslandsmeistara titilin í handbolta. F-áinga í 8 leik, tróðfullt hús og allt upp á 10 þar. Það mætti gefa handboltanum aðeins meira vægi. Já, það vant Hann er ekki að fá nóg sko. Ég held að sé líka bara að þið er ekki sama umfjöllun og með körfuna sko. Nei. Því miður, það var náttúrulega alltaf Ólís deildin hérna á Óttið bensín. Bara sín var með þetta. Það þarf að gera þetta aðeins betur þar, því þetta er mjög gott entertainment. Já, en stappa hús í gerð svona, ekki spurning. Það þarf að lifta þess aðeins upp. En drengir, það er nóg að vera hérna hjá okkur í dag. Við erum með sko mundur fyrir cash, við erum með sturla staðreyndir sem ég ekki enn komist í, ég er búin að reyna það núna í mánuð. Augljósar staðreyndir líka. Við náðum líka ekki. Augljósar, já, spurning hérna Gilsæðan, hvað þarf að vinna með í dag? Sko, ég byrjaði að plana í morgun kl. 05:50 sem er brand new, þetta vannalega vaknaði þá en ég byrjaði undirbóta sem er 8 og 9. Það komið svona 600 mg af koffín í mig og ég er komin í gang. Já, núna fórstu bara beint í þetta. Já, veist það. Og þegar ég labbaði út í bíl í morgun, settist í bílinn minn og það stóð -3 í hún. Já, bara næturfrost. -3. Það er bara, fólk er að skafa Akureyri. Það er 8. maí og þá var ég fyrir vonbrigð. Maður hugsaði, ég hörðu, King of Disappointment. King of Disappointment. Þessa hugmynd fekk ég. Elsnið í morgun, setjum við bíl. En málið það, þetta gerist bara þegar við erum að lofa fólki ykkur sumri. Það er Siggi sem að pakkaði nú öllum saman í fyrra, Siggi Stormur. Hann vildi meina að var einhver einn dagsetning í mæi sem þú myndi allt breytast. 21. mæ 21. mæ. Ég ignora alla veðurfræðinga nema Sigga Storm. Þannig að við fáum gott viður eftir 13 daga. 21. mæ official með summer. Já, en þá ætti bara að það verið fyrst að vera að því ef það verið búið að segja við alla núna það er vor, þá væri allir glaðir. Þetta kallast ekki vor út í Evrópu. Ekki út í Evrópu, nei. En hérna, þetta er bara vetur. Þetta er bara vor hér, veist, en það er búið að ljúga fólk þessi sumar. Það er svo allir ekstra reyðir. Það er ekki alveg komið. Þá bara fá, þú veist, sleppur í skjóli í sól. En að sumardagur fyrst er bara flexible, skilur. Þú veist, bara þingir í Sigga Storm, hvernig kemur sumar hérna. Þannig að núna væri sumardagur fyrst. Það á alltaf ekki verið apríl, en hérna seniorinn, hann er byrjað að fara út í sólbað. Ég fór til hans, ég er alveg bara skal posta þessar betra mynd á grammi bara svo fólk getur séð seniorinn aðeins. Hvað var hann að gera seniorinn? Hann er með alveg tæknir að kemur að þessu. Hann fer bara út í úlpunni. Leggst bara í, hann lá svona í sólbað í úlpu. Var bara í úlpu, rend alveg upp að háls. Fekk sól þá. Girtur og bara í góðum skóm og svo er hann bara í sólbaði. Sem í lifehack. En maður ekki frekar inni bara. Nei, hann er útikall. Var hann ekki kallt svona á bollukinnunum þegar lágu, veist? Nei, hann bara leiði ekkert eðlilega vel. Bollukinnunum? Nei, þú veist, bara svona kinnar, ekki með bollukinnar, vel að kinnar. Eldri maður. Fínu standi? Þessu bullið? Nei, ég með maður verið kallt út í kinnunum. Það eru krakkar sem eru með bollukinnar. Ég man ekki eftir að hitta einhvern fullorðin einstakling sem var að tala um að vera kallt á kinnunum. Hvað það bollukinnar? Já, kallt á kinnunum. Ég held að fullorðin fólki verði ekki að taka kallt á kinnunum.
Jú, það er nú alveg dott inn í mér Kinnunum Já, maður svona Man er kast á og hausnum, eirónum löpunum Svo munið þegar við vorum með að náttúrulega f95blöð.is er á rassinum og stólunum Ég lofaði ykkur myndi fara í finals Það voru nokkur impressive ass shots í síðasta leik Ég er líka búin að segja myndatökum með honum Herðu, þegar ég var að taka víti Farið neðar Og hvað vilja gælurnar? Ass shots? Þá sést f95blöð.is Það voru einhverju 3 stólamenn sem voru ógirtir Það þarf að gefa þeim lestur Já, bara Arnór og Pétur eða að hlusta segir mönnum að girða sig Það er auglýsingarn á bossanum sem að þarf að sjást Sýnið líka the glutes, ekki fél á Nei, ekki fyrir settið undir bara aldrei Gerðu þið ykkur Það gengur ekki En sko, erum við ekki bara í bullandi gýrdrengis Jú, það er gestagangur Það voru búin að renna við það Já, monster svo menn kíkja Gautin kíkir Þannig að það er nóg að vera Og Hildur systir Já, Hildur, okkar besta ætlar að kíkja í heimsókn Celebrity appearance Fyrsta appearance hérna í FNÍ Það er stórt Velta steinum Já, ræðum það betur og eftir En svona miða við hverju gangi núna, drengir Að þá á þetta lag vel við Þetta er okkar bestu menn, Úlfarnir Sumarið það sveik mig En það byrja vist eftir 13 daga Gefum sér séns Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Held ég Þetta er okkar bestu menn Úlfur Eða Úlfarnir með Sumarið Er þetta ekki bara einn besta hljómsveit Íslands? Jú, eina mínum uppáhalds Já, þetta eru snillingar Og þetta lag er í ruglinu Mér finnst ekki að fengi það aðtekli sem átt að fá Platan er í ruglinu líka Já, en Svartur skuggi það er hins vegar komið að slúðri hér í FNÍ og Brakandi fesku erlenduslúri já, ég veit ekki hvort ég eigi að fara í þennan móla hérna því ég nenni ekki að hlusta á vælið þetta alltaf þessar nærbuxur en Victoria Beckham, hún var í viðtali Leiður á að tala þessu nærbuxunar Ég er það gaman að þið þegar heldur við alltaf meina þetta sé Nærbuxunarsölur sko Já, þannig að það er aftur komið Þetta er búið að vera enn og aftur er að blása þetta mál upp þetta er eins og ég sagði daginn þegar hún fer í viðtal þá náttúrulega verið að spyrja hann út í þetta og ef verið að bóka henni eitthvað viðtal þá segir hún kannski hún getur sagt, herru, þetta er fjölskyldumál ég ætla bara að kjósa að sitja hjá sem hún var búin að vera að gera en svo vill hún kannski líka aðeins bara segja sína hlið en hún var allavega að var í hlaðvarpsþætti í vikunni og þátturinn heitir Aspire og þar sagði hún að, já, Aspire og því þeir áttur Aspire að kvartning Aspire Amazing word Aspire to be someone Já, hvernig segir þetta íslensku áttur? Hvet þig til þess að I aspire you, það er ekki ég hvet þig Nei, en þú veist veit þetta ekki En þetta er svona eins og þetta er En sko já, hún er í raunni í viðtali og er að byrja strax að tala fjölskyldumálið Nei, hún er spurð út í það sem að hún segir náttúrulega þetta sé bara algjör hamleikur og hún sakni Stráksins Já, og segir að Það er lett Það er þetta sakni Það heldur þú maður En barnið sakna þeirra ekki Nei, það er búið að heila þó hann nefnilega Búið að heila þó Já Ertu búin að greina þetta blöð? Er þetta kærastan hans Tengda fjölskyldan hans er búin að heila þó hann Það er allavega mitt teika á þetta Ekki bara kæri og heldur líka bara öll fjölskyldanurinn Já, öll familjan Því að þetta hefur gerst áður hjá þessari píu að sá sem hún var með síðast hætti líka að tala við fjölskyldunum sín og það er náttúrulega ekkert eðlilegt við það Hver á það aftur? Getur ekki byrjað með gaur og þá er hún hætti að tala við fjölskyldunum Það er sérstætt Það er mjög sérstætt en já, hún talaði hún væri alls ekki stjórnsöm í þessu podcasti af því að náttúrulega hans hlið á þessu er að þau séu svo stjórnsöm foreldrarnir og hún segist þá að alveg upp við mikinn kvíða og hefur reynt að hlífa börnu sínum frá kvíða og sagði svo líka að með vörumerki Beckham af því í þessum posti þarna sem hann setti á Instagram þá var hann að tala að fóreldrinir að gengi allt út á vörumerki Beckham þannig að þess vegna hann mátti ekki opna einhvern stað nema þá að fá leyfi hjá þeim eitthvað að nota nafni Beckham og eitthvað svona kjafta þá sagði hann að það hefði bara komið svona að sjálfum sér þegar þau voru að byrja saman þetta var ekki eitthvað sem að þau voru búin að ákveða að ætti að verða eitthvað risa brand heldur bara svona, það voru að reyna að búi til auka pening og já þannig að hún svona vil meina að þetta sé Og hvað var hann að segja í viðtalinu? Hvað var og Svo var bara að vera að spyrja hann út í hún er náttúrulega hönnur og Já, ég meina með þetta mál hún harmaði bara þetta Já, henni finnst þetta hræðilegt En er staðfest að nærbuxnasalan er búin að vera keyrast upp? Nærbuxnasalan, kjólarnir, úrin þetta er búin að vera keyrast upp Ég spurði gerðugrindina Best selling bara season er bara right now Af hverju ætti maður að vilja kaupa einhvað freka nærbuxum með nafninu Beckham að því að það er einhver
harmleikur í gangi það Kannski- Ég ekki til að stiðja það mennur Kannski, já Það er Ekki ekki- það þau þurfi ekki neitt stuðning, það er nóg til sko Já, en þú Það veist er bara svo skríti En þetta Þú helst veist að bara að kaupa eitthvað En líkt þetta frekar að það þetta helst greinilega alveg í hendur af Því að allavega samkvæmt gervigrindinni Þá er salan Hún er væga sagt sko Væga En sagt það var kannski ekki planið með þessu Nei konsepti sko Nei, það var í skrítið, það hægt að tala um svon sem til að selja fleiri nærbuxur Já, ég hef aldrei verið á þeim magni sko Nei, en þú vilt meina þessu að reyna að halda þessu gangandi til að selja fleiri Ég sko, þegar þau opna heimabankan Því ég held að sé allavega ekkert eitthvað herru Það liggur ekkert á að kæla þetta mál Nei, hvert eitthvað Sko þetta er 37% söluaukning 2026 á Boss One Underwear hjá sem er Beckham sko Það er ekkert eðlilega mikil aukning Það er 40% aukning Þú sko, er mikil Þú sko, ef svona stórt fyrirtæki sem hendur í 40% aukningu ég get svarið að það er ekki bara Nú skulum við drepa þetta mál Þau eiga Eins og skot. þrjá aðra krakka Okkur hætti að tala ekki við annan þá næstari Þú eiga það allt í holu. Þú getur átt í hól Það er allt, sko Málega, 40% eru bara heldur góð einu sér Núna Hérna, við náttúrulega erum að blogga Akureyri Vestló Já Getur ekki talað sett hættur að tala við krakka en eitthvað og þá kannski kemur rosa aukningi miðansölu Ég er ekki viss um þetta, sko, virki á Íslandi sama á tónleika Kastaðu bara Mattildu út Þú býrð ekki hérna Fjölskyldu harmleikur En by the way, ég var að byrja með nýja boxinarjur Ef þið viljið kíkja Ég var ekki að Ertu í þeim? Nei, segja, þú veist, ef ég ætla að henda ég verð til að sjá, þá þyrfti ég en að ég- byrja, skilur með eitthvað kompani, sko Þú ert líka komin með nýtt box átill líka þegar ekki? Menna þú ert komin í, vart ekki Herru, ég var að panta mér í morgun djúvöllara gaman maður Því að við erum á, tölum mikið um þetta Við erum svo lélegir að panta á netinu Já. Gerum allt og lítið En að ég pantaði í morgun boxdót Okay. Og sérstaklega líka Því að mástu ég kom beint eftir æfingu að Þurftum að taka upp Ég brunaði Já, í bjókastinu Og þessu niðursetningu Já, það var hræðilegt Og að þeir sjá voru það. ekki glaði með þetta Nei, þú varst að vera í boxfötum Og ég sagði, þú veist við Það var bara eins og væri á ströndinni á Jamaica Já, og ég hef verið að æfa þannig sko Svona smá strandafílingur í mér Og lesturinn sem ég fekk var bara raunverulegur Þannig að ég ákvað bara, herri, ég ætla að panta með boxtöpusur Og eitthvað svona hlýraból og já. Svo kefti ég mér nýja hanska líka sem eru rosaleg Veistu, Ég ég verð 30% betri bara með þeim sko I like it Þegar ég labbaði neina og leiði mér ekki svo Apollo Creed þegar ég labbaði neina í stúdíu sko Nei, ég Þannig að kemur aldrei líða þannig Það er ég lappinn En þannig að Hljópaði strax út, komin í fötin En ég með hugmynd, þess að Apollo Creed var í svona mjög huggulum stöðbuxum sem var svo bandaríski fáninn En íslenski fáninn af svona tailor-made, svona glans Bara minnast meira með það, við þurfum að það er meira Patriot Kanin er alltaf duglur í þessu Það er er allt rosa í lítill bandaríska fánanum. Patriot hérna feelingur í Patriotism. maður er ekkert eitthvað Það var geðið þú var í því sko Ég meina, eru þið að flagga mikið, skilur? Nú er búið að Ég er ekki með Nú máttu flagga stöng. allan sólarhingin, það er ný lög held ég Fjölbýli skómur sko Hvað er að setja flaggstöng þar Sko, ef þú keirur Bara hverfi í garðinn. Bandaríkjum þá eru bara bandaríski fánin út um allt Já, Í öllum já. bílum flagga. Og alveg stærðleika á þeim fánum sko Já, herru, talandi um fyrirtækidrengi þá var ég kannski aðeins að koma inn á ég kom með nýtt verkefni sem þetta er Arvo Þetta er eitthvað sem að er alltaf svona vantað í viðbröðbransan og það er síða sem er búin að vera í þróun í rúmt ár með forriturum og sko gaurum sem að vita svona 10.000 svona meira en ég Það veit allir meira þú Já, en þetta eru séni Það er tækni tengt allavega sko Já, og þannig staðin fyrir að vera með miljón tab, skilabóð, mail og Excel skilabóð um allt sem við þekkjum nú bara sem veislustjórasnindi þá er þetta komið allt á eitt stað sem er arvo.is Þetta eru Arvo, R eða Já, arvavo.is og þarna er sko þú ert að fara að halda veislu og getur farið bara inn á arvo.is valið kirkju, skemmtikrafta, sal sagt bara, herru, meðantar veitingar frá, og svo setur þú bara verðið þá ertu bara komið með, þá sér heima síðan þetta allt saman fyrir þig og bókar allt fyrir þig Og setja Aldrei basically flókið. bara, herru, ég er að vera ferstur Ég er með budget upp á þetta og síðan lænar upp og það verða svona margir í veislunni Það er bara ferðu inn award-winning skemmtikraft hérna og ég til að borga þetta og sko, like it. það komið, þetta opnar eftir viku en ég ætla að hvetja alla þjónustaðila sem er að hlusta að tengjast viðbörunum og skrá sig frítt inn á arvo.is og já, þetta eins og segir, opnar eftir viku Getur það verið veislustjórar og já, bara allt sem kemur að veislum og veisluhöldum Það verður að eru konar kirkjur Það er þarna. ekki skrá út okkur að inn. Ef þú Já. sænar King Richie þannig inn Hann Richie verður er alltaf búin að kominn taka yfir the wedding industry sko já, þá bara, herru, þegar vantar veislustjóra fyrir brúðkaupið þitt, þá bara ferðu þarna Það er inn ekki skrifað, ekki ekki search nei, þá Það ferðu kemur bara inn, beint upp. segir hvað eru margir að fara að gifta hérna, hvað eru margir að koma í brúðkaupið þitt þú hefur efna á svona dýrum sal svona veitingum og svona skemmtigröðum þá bara finna þetta fyrir þig. Ásælett Mjög sniðut, herðu, ég er eiginlega drengir þetta slúður sem ég er með hérna
Þetta er ekki nóg gott sko. Loksins búið þetta dæmi þarna Blake Lively og Móli 2 Justin Baldoni, þau náðu einhverjum sáttum Hvað fólk er þetta? Sem voru að hnakkrýðast þarna, hún er leik í Gossip Girl og er gift hún Ryan Reynolds, maður það var allt vitlust þarna eftir myndina og þetta er allt svo sad. Búið að sættast það. Já, hvoru vann og þetta er alveg Það var eitthvað skita skrýtt, já, ég held að það bæði bara vera að drölla og vilja losna út úr þessu, svo ég með þá. Já, okay. Og nei, svo er þetta bara, þetta er lélegt slúður, ég ætla bara að hætta. Já, Þetta er bara að loka slúður. Já, við ætlum að fara í auglýsingar og svo er það 9 liðurinn að steinda, við glemdum að blaka um þú ætlar ekki að fara í 10 bestu. Herru, ég ætla að fara í Geggjaðir liður. Top 10 Geggjaðir liður, 10 bestu, hér strax eftir auglýsingar. FM 957 Alvöru lag, hér á verð, okkar besti, já, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens komin heim. Þetta er búið á topnum hér á nokkrum útastöðum bara síðan kom út Já, þetta sturla lag en það er komið að lið sem að er þetta ekki nýjasti liðurinn í F95 blöð, top 10 Jó, top 10 Byrjaði síðustu viku Já, og þá tók ég 10 bestu sko staði til þess að fara á í sumfrí Já, sem að var, ég er að vona þetta sé nú eitthvað aðeins það er ekki flókið fyrir fólk sem er að hlusta á þáttina fara inn á síðu sem heitir Google og skrifa hvert er best að ferðast Já, þú varst með 10 bestu location Það er hægt með margt sem við gerum Já, Það er hægt með slúðuri líka Já Það er hægt að googla þessar nærbuxnafréttir Það er hægt að googla Það googla þetta allt sko Ég ætla ekki að rífast við áttur Hvað 10 bestu hvað núna? Já, hvað er að vinna með? Herru, núna ætlum við að fara yfir top 10 í dag er sem sagt eru vinsalustu internetsvikin sem að venjulegt fólk lendir í Ok sem eru svona algengust í dag Það er eitthvað sem að ég geta nýtt með fyrir árið síðan Já, og herja mest á svona venjulegt fólk, skilur Þú fær Netflix linka uppfara kredikortið Sleppa þig að smetla það Ég sérstaklega, ef þið getur nú bara Ég var með þess að heima á hjá mér Ég hefði getað farið bara inn á sjónvarpið og tjekka hvort það væri búið að loka Netflix eða ekki Mér datt það ekki eins og í hug Ég satt við eldhúsborðið og ítti bara á linkin Fyrst bara bara hálfvit Já. Það væri í rauninni hægt að senda þér bara e-mail bara, heyrðu, þú Ekki lengur Þú voru að leggja inn á kannski 500.000 inn á hennar reikning bara Nú er ég honum vel nájaður Af því að þú skuldar þetta bara í reikninga og það er ekki svo útskýra hvað Þú skuldar hitt og rafmagn og það leggja 400.000 inn Ég reyndir oft Þú voru bara að gera það Nei, veistu hvernig það er að vera hægt Það er, ég held að fólk tengi við að þú ert að kaupa þér íbúð og tala ekki um að þú kaupa þér íbúð í fyrsta sinn Það koma svo mikið af einhverjum bakreikningum að það væri léttast í heimi að hösla fólk þegar það er að selja, kaupa íbúð Af því að þú veist ekkit, allt í hún að geti komið bara herri, svo er játskatturinn Nú bara, hvað er játskatturinn, hvað er það mikið? Það eru 137.000 inn í öllum menginu sem þú ert að kaupa og borga þessu og heitt eitthvað Lóðarlagna stimpilgjald Já, maður myndi vera bara, herri, ok, það er 137 skall, það er mikið, maður myndi bara millibæra Já, en svo lengi svo með samt sko, ef þú myndir hafa þetta bara kannski 17 Þannig að fólk nenni ekki að vera bara herru, já, þetta er 17, það skellur en ég nenni kannski ekki að fara að ringja 100 Að rannsaka þetta Það gefa scammers frábæra hugmynd nú Já, herru, það er þetta sem sleppur því Ég geðu þig hugmynd til að svindla á fólki Já, blöð, þú ættir að senda bara á þjóðina reikning fyrir 17 skall bara sendir á fólk Bara alla Þetta þarf að vera þú ert að kaupa þér Þetta er lóðastimpilgjöldin Já, þetta er endalust einhver stimpilgjöldin þú ert að vesla þér í Herru, á ég ekki bara að henda mér í það? Þetta byrjar aftur á bestu Ég ætla að byrja á 10 Nei, af hverju vilja allir gera það? Hann er með öðruvísi Fólk vil að það er svo steik Það er 20 mann Það er að byrja að vinsalasta Ég er ekki að grínast á svona 20 mann sem sendur mér eftir síðasta átt Þú er að byrja á 10. sæti Öfðitað Ég ætla að byrja á 1. sæti Hann byrjar ekki að vinsalasta Jú Þá verður þetta verra og verra Nei, ekkert verra Er ekki versta skeðmið bara einhvern veginn samt að besta? En þú veist, það sem er í 10. sæti er ekki jafn algengt á 1. sæti Nei, það er snátt að enda á algengasta Ég ætla að byrja á því Æ, ok Þú, jú maður, ég er ekki að fara að þrassa því Þetta er svoleið ámar að byrja þessi lista Með öðruvísi Í 1. sæti Ok, fyrir að til dæmis vinstaldalistin sem hefur verið bara frá því að ég var krakki ættu þú alltaf að byrja á 1. sætinu og í 1. sæti á íslenska vinstaldalistinu þegar bara Pop og Kókó sem þættir voru áttu að byrja bara 1. og telja svo niður í 20 og það sem er í 20. sæti núna og er á niðurleið er þetta lag Það myndi spara mér tíma hef ég verið að hlusta útvarpið og alltaf verið að hóta mér að spila 1. sæti eftir 2-3 tíma
Já. Það var ekki bara að vera heyrðu, Vilt það fá er veisla strax. skylda. Já, bara fá strax Ok. Svo ef þú ert alveg verið að hefi tíma þá getur þú að hlusta á lana með í 20. sæti líka Herru, Já, fyrsta sæti það er vinsælasta skemmið. Vinsælasta skemmi er netveiðar Fishing tölvupóstar Þetta er það sem þú fegst Blöð Já. Í rauninni sko, þannig að þetta er svikapóstar að SMS-i líka eftir bankaníðunum, postlistum eða Netflix að teki fram Já, en það lendi í þessu. til að plata þig, til að gefa upp kortauðlýsingar til að leikinu og þú lendir í vinsalasta skemminu. Akkurat þessu. Og virkaði Ég get staðfest að þetta er mjög vinsælt skemm og létt að gleypa. Já. Númer 2, það eru sölusvik á Facebook, Marketplace scam og þetta eru svikar að selja vörur sem eru ekki til. Það eru einstaklingar að selja. Já, Posta allt í einu myndir af sérðu einhverju bara skáp. Já, sér kannski bara nýja nærbuxur. Herru, helvita þetta flotta nærbuxur. Fólk ekki að selja nærbuxur Ég get sagt þér eitt. Sverða, ég lendi næst í þessu. Já, sorry, ég er að rugglast. Þetta er ekki eitthvað fyrirtæki að þyngstur fyrirtæki. Þetta er fólk að selja vörur inn á einstaklingar. Já, ok, ég lendi í, ég veit ekki hvort það sé þarna. Ég sá buxur, svona auglýstar að kom svona Instagram-auglýsing. Ég bara, djúvill er þetta flotta buxur. Sýndi Rakel, ég hef aldrei keypt föt á netinu. Íttur á líkinu? Nei, ég fór bara inn á, ég bara, herðu, það er þetta að panta þessar buxur og ekki panta þær, hún bara, herðu, byrja nú að tjekka hvort það fyrirtæki sé til í alvörinu. Hún fór að gera eitthvað rannsókn, það fyrirtæki var ekki til. Nei, málega er að núna í gervigrindin, núna getur þú tekið bara nafnu af fyrirtækinu og sagt bara, herru, þetta fyrirtæki er að reyna að selja með buxur, er þetta legit, og fær bara svarið. Já, þetta var ekki til. Nei, hvetjum fólk til að nota gervigrindina að hjálpa sér í þessu, en þetta er sem sagt að svikar að selja vöru sem er ekki til og kaupendur senda falsa staðfestingar og greiðslu til að reyna að ná af þér vörunni. En Íslendingar eru alveg þessu. Það er svona einn og einn svona scammer hérna sem er Já, maður sér oft pop-up sem svo á Facebook eitthvað svona, passi ykkur á þessum, þessi er búin að vera að svíkja inn á okkur svona síðum, skilur, svona stórum síðum. Fjárfestingasvík, crypto scams í svega, þetta er náttúrulega 3. Þriðasæti, það eru auglýsingar sem lofa gríðalegum gróða af rafmyndum. Ég meina þess að bara hug to a girl. Já. Lífið lék við hana, þú sagðist elski hug to a. Já. Síðan nákvæðan að búa til a coin. Herru, og hún lífið var er svo bara down the shitter eftir það. Herru, hún lendi í alvöru rannsókn. She came clean, vissir það? Hún var ekki með í þessu, hún var ekki inn á neitt. Ég trúði þessu ekki upp á hana. Nei, veist, hún var greinilega. Hún var svikin líka. Hún var bara svikin líka. En hún tók samt þátt í að launch a coin. Já. Það var drulla. Í góðri trú. Í góðri trú samt, sem ég finnst skipta öllum álega. En er það auglýsingar sem lofa gríðalegum gróðar afmyndum, oft með því að nota falsaða fréttir af þekktu fólki, til dæmis íslensku fjölmiðlumönnum. Hafi ekki séð, muni ekki að valda á Facebook eitthvað myndir af einhverju þekktum eitthvað. Jú, kom mynda að bubbað eitthvað, hörru, ég er geggjaða coin. Já, svo sástu linkurinn var bara weird. Og samt að það var álfur idiot sandwich til að halda það sé fjárfestingartæki fyrir sko. Nei, svo er bara líka til eldra fólk, eða þú getur ítt á þetta líka í flýta. Já, bubbið með eitthvað mynd. Já, þú ert bara að skrolla og svo bara ítir á þetta. Ég er alltaf svo hræddur að ég er upp í rúmi og er kannski að taka smá Instagram fyrir svefnin og þú veist, skemmtilegasta við það er að lesa comment, skilur þú ert að lesa kommentir og fullt að mikið að finna fólki til og ég er alltaf á náli með við að vera að læka einhver comments út allt Akkur. að það er svo létt, þú ert bara að skrolla og klikk, ég er alltaf að lendi að vera að skrolla eitthvað og læka, ég bara aflæka, eitthvað svona þá er þetta bara eitthvað komment hjá einhverjum undir einhverjum posti. Það er ekki skem. Nei, ekki skem. Ég er bara að segja, þú veist, það er létt að gera eitthvað í flýti, þú veist, þess að ít á svona skem. Rekast ykkur takka. Númer 4, romantísk svik, romance scams. Þetta er sniðut sko. Já, svikar að byggja upp ástarsambandi fólk á netinu í langan tíma til að byrja um pening fyrir neyðarást. Það er ekki sér þættinu um þetta á Netflix. Þetta er mjög algengt. Já, það var eitthvað svaka svindlari. Þessi svindlar eru kannski að tala við 5-6 mánuði, svo bara ég smá vesen eða vantar smá cash. Tala við, hann er að sofa hjá þér. Já, ég veit, en mikið á sig gegnum því internet sko. Hann er næstu bara að byrjaði með einhverju manneski. Það er þannig. Ennþá að skemma. Já. Bara er að býða eftir að ná öll úr henni. Romance scam. Já, þetta er í 4. dring. Mér þetta er ljótustu svikið sko. Já, þetta er 4. sætið. Einmanna fólk. Já, svo er nummer 5 tækni aðstoðarsvik, tech support scam. Microsoft ringir í þig og glöggi byrjast á tölvunni og segir hún sem er vírus. Þeir eru fjastringu til að komast inn í bankaðin. Sko, eitt sviki sem ég lendi í, það var að
Af því að PDF-ið eitthvað hjá mér var í dött eitthvað, ég þurfti að íta á eitthvað, það var alveg við. Og var það Microsoft skemm? Þannig að þú hefur lent í Þú fyrsta lendi í sætinu. henni flest öllum þessu skemm. Í þessum tveim. Hefur lent í romance skemm? Nei, ég ætla að vona ekki, við Rakel erum búin saman í 8 eða 9 ár, ég vonum sig ekki. Hún væri með þetta skemm í gangi. Pælið því, þú kæmir heim og hún búin að kaupa bara annan flugmeðan til Frankfurt, búin að pakka Og skil hérna eftir bara með börn. Það var alveg skemm. Hver er mamma? Hún var alltaf í ykkur romance og var að segja okkur Þú var bara eitthvað skemm. Það var helviti hart. Það væri hart. Það var á 5. sæti. Nei, við vorum í því, tech supportið. 7. sæti, það er gervigreindar símaskemm. AI voice cloning sem því basically ný tegund þar sem gerfigreind hermir eftir röddu náins ættingja sem hringir og biður skjóta peningaðstoð vegna slys. Þetta er eins og þú myndir hringi mig blöð og ég heyri á röddinni að þetta er þú en þetta er ekki þú. Já, en sko það er mjög góð regla að svara bara aldrei símanum með okkar númur sem þú þekkir í. Þá kemur þú frá, þú veist, heldur ólíklegt að ég geta feika númeri hjá mömmuðinni og verið með röddinni á mömmuðinni líka sko. Já. Og byggðið millifæst. Þetta er að verða helviti. En sko maður er í vésinni, ég heyri það. En þurfa fjölskyldur þá að vera með jafnvel eitthvað leikilorð? Hvað er leikilorðið? Það er 18 appelsínur. Hvað er þetta að verja á þér? Spólu 30 ára fram með tíman. Það er bara að taka þér alla síma og net og allt bara, þú veist, það voru targetaður á hverjum einasta degi. Ég þarf að búa bara eitthvað upp í fjall. Þú getur ekki opnað neitt. Nei, það er bara þú ert á okkur lista núna. Það er bara svo Gísla Uppsölum. Þú ert á okkur lista sem bara, þú veist, þessi er auðvöldur. Nei, ég er nefnilega, ég er ekki eftir auðvöldur ég var. Nei, ég veit það. Vertu alltaf var þig. Lánasvík. Þetta er að lofa röðum lánum án lánshæfismats. Er þetta að vera að tala eitthvað þá sem þú þekkir það? Já, sko, í rauninni er svona eitthvað borgar eitthvað svona lítið umsýslugjaldstendur eða tryggingar fyrst en lánið kemur aldrei. Egil keypti einu sinni humar sem hann sá aldrei. Nei. Já, en það var í rauninni svipað á þetta. Það var bara humar, var í rauninni bara tóli sem að fengi til þess að svíkja með lánasvíki, sko. Já. Og svo var það næsta, 8. En sko sá snillingur, hann kom heim til og sýndi eitthvað náttúrulega eldan og allt eða ekki. Nei, hann útskiptaði fyrir mér í síma. Já, þetta var bara og ég var bara sérfræðingur í hvernig elda humar En fékkstu bara eitthvað random símtal og bara, má ég kenna þér að elda góðan humar? Þú bara, já takk, og hann sagði þér það og svo bara, viltu kaupa þetta líka? Já, bara og legðu inn á mig líka núna bara. Ég bara lagði inn, bara núleitni og varst aldrei að hugsa bara, ég ætla bara að láta það að fá þú að kemur humarinn. En ég er búin að learn alltaf hana, þetta er já, þú getur ekki lagt inn á humarkall lendi svikum hann. Já, herru, þá er það 8. og það er vinnusvik, job scams. Atvinnu tilbúð á netinu þar sem þú átt að vinna heiman en fyrst þarft að borga fyrir tölvubúnað eða þjálfunar efni. Þannig að þetta er svona, frábær vinna, þú getur eignast milljónum manni, bara heima hér að vinna í 2 tíma á dag, eitthvað svona, hafi ekki séð svona Já, bara geggir komið vinnum, það er enda að borga tölvuna, millifærað því og svo bara allt klárt. Millifærað fyrir tölvunni og þjálfunni og svo tölvu aldrei saman. Það er að passa á þessu. Já. Það var 9. Það er gjafaleikasvik. Næstlélegasta. Þú varst ekki komin á 10 eða? Nei, þetta er næst sjálfgjafasta. Það er 9. Það er gjafaleikasvikið. Og það er giveaway scams. Og þú fær skilaboðum á að runni nýjan síma. Við höfum lent í þessu. Já, innegni Costco eða þarft að borga eitthvað sendingakostnað sem er síðan eitthvað, skilur. Þannig að við höfum lent í þessu. Þegar við verum í gjafaleiki til þess á Instagram þá byrjum við allt í hennu sem einhverju fake profiler að senda á fólk út um allt. Og fólk að senda á okkur, hörðu, hérna Skellsíðan var að segja að ég hef verið að vinna þetta. En ég held að fólk sem búið að sjá í gegnum þetta skem, ég held að þetta virki ekki lengur, sko. Þetta er búið algengt, sko. Þetta fólk er fatt að það íta á akkántin og sér 0 followers, það er alveg veist að þetta er fucking scam, hann að ég vona það. Svo í 10. sæti þá er það hótunarsvik og það er þegar tölvupóstur, þú veist, það kemur eitthvað skilabót til þín, herru, við erum búin að hakka þig og hérna, þú er að borga okkur í Bitcoin, skilur við. Já, við erum með vídeoðar, varst að hrista þig hérna, heiti tölvunni og millifærað núna. Já, það er 10. sæti. Þannig að það er hótunarsvikin. Óalgengasta. Já, algengasta er í rauninni phishing, sem að byrjaðar á. Já, sem að ég byrjaði á, það voru Netflix netveiðar, sem ég hefði með lendi. Phishing. Já, þannig að finnst ykkur leiðilegt ég fari rétt niður listan. Já, sko, ég myndst þetta böggaði mig ekki mikið núna á síðasta því þetta var allt svona eitthvað svipað. Svo stendur hérna, gullna reglan, ef eitthvað hljómar og gott til að vera satt, þá er það nánast örugglega þannig. Viltu að ég fari yfir fyrir hvernig þú getur varið þig eða aðtúa hvort að póstur sé falsaður? Þetta er gerðgrindin að spyrja mig hvort að ég vilji láta hann að renna yfir
eitthvað meil en það er bara að nýta gerfugrindina, spurja át í þetta blöð. Ég náttúrulega hef aldrei notað gerfugrind þannig að Nei, ég er að segja, segjum og sérst að Þú einu á Íslandi sem er ekki notað AI. Þú getur til mig spurt núna, mig grunar ég sé kannski in the middle of the romance scam. Já, eftir 8 ár Við erum búin að saman í 8 ár, er eitthvað líkur á því að það sé scam eða er þetta bara legit? Ég er svona nokkuð vissum þetta sé legit Ég vona það Lengsta scam söguna. Þetta var 10 bestu Þetta er FM FM 957 Það held ég þeirra að hlusta, ég er FM 95 blöð á FM 957 og þetta er okkar besti maður Justin Bieber en talandi góðan venna, þá vorum við komni með góðan vinn þáttarins hingað í spjall og það er okkar besti Gauti, MC Gauti, verður velkomin Hvernig ertu? Fáði maður Og ykkur feðgar. Já, hann er, vilt þú segja eitthvað í Ekki strax Ekki strax. Það segir kannski hæ og eftir bara Það er hann tilbúin Herru, hvað er fyrir þetta Ógeðslega heitt hérna Ég inni. veit það, maður. Það er búið að fylla alltaf einhverju ljósum hérna Ég var að reyna að slökkva það, þetta er ekki hægt, Myndaðar hérna líka Þetta er þess vegna sem allir á tánum Já, við, og sko, á sokkunum. Hún sveitir þetta. Við erum eiginlega alltaf á sokkur með það Ég fer alltaf á Já, skónum það er reyndar geðið hitið Það henni. líður manni svo vel einhvern veginn. Ég veit það Herru, hvað er að frétta af okkar besta manni? Bara ógeðslega gott Nei. Ég er bara einhver svona dulleri Ég er bara eitthvað að gera upp eitthvað bekk heima og spastla veggi Þú er búin að taka þetta í gegn heima Nú, Ég er búin að segja það í gufunni Þú er búin að taka Ég er bara bílskúrin það Ef þú átt hús Já þá ertu bara að gera upp alltaf Er einhver iðnaðarmaður í þér? Ertu að fá fólk í þetta? Við getum orðað það þannig að ef þetta er eitthvað svona spasli vegg þá get ég gert það en ég er ekki að fara að opna eitthvað þök og fara eitthvað þannig að mig Ertu í skiptidílum? Ertu að fara Já, ég get alveg Þarf það að syngja einhvers staðar fyrir hjálp? Alveg viðurkenna það að maður tekið nokkuð gig og ég er bara, þú veist, ég er ekki að tjóka einhver að lusta, einhver yðnað með koma, fá rapp í ammæli í staðin fyrir að koma Það er góð dýl Ógeðslega góð dýl og það kynist líka góð liði í leiðinni þannig að þetta er win-win En hvað situation áttu eftir að gera heima? Ertu sáttur? Ertu eftir að Mér gera líður eins og ég þurfa bara að skipta hús Að það? með hvað allir, nei sko, húsið er frábært Já. en ég er að fara einhvern svona múra utan og ég var alveg að taka, veist, þetta er svo boring umræðumni Ég ætla líka að gera það samt Ég Við var að getum taka tekið sama gæja. skorstein af hérna, taka skorstein í burtu í gær og En ég kem með þér í amalið og gæði ef kemur við líka til hreinsa mín hellurnar heima á mér, það var það sko, mega til ekki að skipta til því hellurnar fyrir framann Já, allt í rugli með Við þurfum að gera skiptið til það Já, ég til ég, við steindi komum, þetta er kombo Já, Það er bara pakkadíl Tveir fyrir þig Það er bara hérna partíjól Já og komið í jólabóði Það er ekki öll svona fyrirtæki með litlu jól og eitthvað Jú Jó, ég veist að það er svo mikið að gera í desember Við skulum ekki byrja að hlaða á það strax Please ekki tala um jólin bara strax Ég er alveg svona Ég var að taka fyrsta jólafundin sko, í síðustu viku og ég fekk bara svona gubb í háls Í mæ En júlivennir er náttúrulega orðið bara hjúts fyrirbæri og er árlegt Þannig Já. að hvað, þið byrjið í mæ að preppa Það er svagt Ég byrja eiginlega bara alltaf strax að preppa hérna, bara í janúar, februar og síðan reynir ég svona að klára hluti áður maður fyrir saumafrí og gleyma en síðan þegar ágúst kemur ekki gleyma þá bara er bara myndatak og síðan bara sala En hvað ætlar ekki að skýra alltaf sjóið jól. núna eftir Helvíti og jörð. Helvíti og Búin jörð að því. Helvíti, já það heitir bara Búin að selja helvíti 300 Eftir dómin. Já, eftir dómin Já, helvíti Helvíti og jörð. Sko, Það vissur ekki hvað hann var að sæna sig í þar sko þegar ég vaknaði og Jófana kemur svona leið inn í herbyggið með síma svona heldur hann með flötun lóð og segir það var að koma dómur og ég feilt fyrst sko við höfum verið bara í einhverju máli bara eitthvað svona að falla dómur á mig Af því hún var svo leið. Já, ég tek síman og ég bara nei og síðan les ég og ég var bara herðu, þetta er að finnast sem við verið skrifað ef við hefum ekki 2 stjörnur þá hefur ég farið leiður að sofa við fengum 1 stjörnu og það stóð helvíti á jörð bara versta sem hefur gerst er þetta Menn þurfa svona að vita hver er að labba inn í þegar þeir eru að fara að dæma hluti Þetta er alveg partísjó Þetta er ekki hefðbundi jólatónleikar Þetta er bara alvöru, þú labba bara inn í partí En fættir ekki, þú veist, ég tek alltaf saman svona í janúar, tekið saman að senda á sponsana við höfum gert þetta og þetta Hann listaði upp bara, það var bara áfengi spons eftir spons eftir spons og þetta Ég sendi bara greinina á alla sponsana, sjöðu Sá þetta allir Ég er mjög ánægður með þetta En sko, Rísasjó kom upp núna Hvað er Vakk og Velta, hvað er hún á gömul, platan? 10 ára gömul 10 ára, maður. Rosaleg plata. 10 ár síðan bara Reykjavík okkar og allir hinnir hittarannir sem fylgdu með Þessi plata var upp there bara
með þeim best of þeim sko. Svakalega Já, takk fyrir það og þetta er svona Jú, við varum alltaf bara að gera tónlist mjög lengur en þetta er svona platan sem að breytt öllu fyrir mig og Reykjavík var svona lagi sem að uppaði live showin og allt einhvern veginn fór svona Fór bara alltaf stað Já. Og það eru tónleikar núna 30. mæ í Gamla Bíó og ég skoðaði eitthvað svona fara á NASA þar sem að tónleikarna voru fyrir 10 árum en það sko NASA er ekki NASA eins og NASA var Flottur salur samt, en kannski ekki fyrir tónleika Nei, hann er flottur, geggjaður fyrir veislur og hann bara kannski ekki alveg nákvæmlega sama og hann var þarna fyrir 10 árum en það fannst svona en ég fór í ákvað fyrir Gamla Bíó staðinn bara salur sem ég þekki vel og alltaf þegar ég er með partí þannig þá er bara allt einhvern veginn Stjórnlega stemningarnar Þannig að, já, bara geði 30. maí, uppstildi stúku en miðar á gólfi og bara Geði, hvað, það er líka Tix.is Slatta liði sem kennst það Fullt að liði sem kennst það Já Það er bara hvetjum allar til að fara inn á Tix.is og tryggja sem miða ertu með sko, þú allar að vera með fyrir okkur How do you do fellow kids? Já, ég er loaded Ég er loaded, vil ég fara núna? How do you do fellow kids? Já, hann kom með, ég var að setja lagið á maður Já, þú voru að setja M.O.P. á Viltu setjast hérna eins, Oliver? Svo minn reyna Okkar besti maður, Oliver, mættur hérna í stúdíu Bara standa sér mjög vel Þannig hitt ykkur einu sinni áður, það var þegar mættu hundi mín þegar hann var að sofa Ég sko, það var ekki okkur að kenna Þá vorum við beint í bíli Þeir keyrðu bara til Þeir eru alveg rugglaði sko. Það skrifast á Svepp og Pétur Óli, ég þarf að fá síðan Það skrifast á Svepp og Ég er að Pétur fara að taka á í fellow kids Já Og þú verður að vera Hvað er það? Hvað sagði þið? Hvað er það? Það Það góð er sem spurning sagt, ég er búin að safna svona slangri eða einhver hlutum sem að ungt fólk veit meira um Er að vinna með, já. og þeir eiga að vita hvað ég er að segja alveg svo þegar þú sagðir við mig daginn má ég segja, þegar þú sagðir shut up little shit skilur, þá spyr ég það, vitið þið hvað það þýðir? Það er rosalega sendis Þetta er rosalega Oliver er geggjað maður Ný kliftur maður með eyrnalokk í báðum og alveg töff Svo $1 million sko. Geggjaður Þannig að, herðu, ég ætla að koma með fyrsta dæmi Ég veit ekki hversu djúpi þið eru búin að vera en undanfærið í þessu Þannig að ég ætla að byrja á því að segja Það er ekki að hækki læginu blöð Það er alveg pepp undir Hvað er að Jester Maxa? Jester Maxa Þú ætla skrítið að vera keppin Ég veit ekki hvernig ég var að láta maður Jester Maxa Það er Jester Það er að hérna ég skal svara bara Þú ert með þetta stendur Já, ég er með svarið þinn Það er hérna Jester Maxa Það er að maxa Þeir eru í keppni Maxa netleikan Nei, vil ég koma með eitthvað gíska á það? Ég er alveg tómur Ég líka Veitu hvað Jester er? Nei Ég held að þessi hirðfíbl ok Þannig að Jester Maxa þá ert að haga þessu fíbl Já, og manneskjana sem að mitt sors hérna hjá unga fólkinu vildi meina að þetta væri til dæmis að þú myndir velja þér að fara í keilu fyrir eitthvað að græða pening þá er þetta Jester Maxa Ok Jester Maxa Við erum alltaf ekki að ná þess Næsta sko er að vera chopped Að vera chopped Svo veist það náttúrulega líklegast að vera bara skorni sundur en chopped Nei, þetta er ekki að vera skorni sundur Nei, En er þetta verið í góðu formi? Nei, vera chopped Þetta er svona Nei, þetta er ekki Er þetta ekki verið, heyrðu, bara rólegan asa gamli, bara, þú veist nei, þú ert í rauninni að vera chopped Þetta er ef einhver er hérna Sjöfull er hann chopped Já, ok, orður þetta svona Sjöfull er hann chopped Ok, það er bara að vera svolítið feitur, eða? Nei, þetta er hérna að vera ljótur Það vera ljótur Að vera ómyndalegur Já Djúpill eru way off maður Hestljótur Síðan var eitt sem ég skrifaði niður Ég fattaði samt að þú notar það sem slangur yfir aðra hluti Ok Og það er að vera með brynju Nei, að vera með skjöld Já, þú, veistu hvað er að vera með brynju? Að vera með brynju er sko Ég hefði giskað þarna á ice cream sko út af aktengingu Já En ég Þú ert sko, þú er réttu slóður Er það? Já, svona Brynn Þú ert búin að setja slangur inn í slangur Að vera með brynju Að vera með brynju Sko, ef þetta er eitthvað kvót í lag með Pete þá getur það líka verið hérna bókariðin Já, nei, Hann þetta er segir ekki Brynja Það er mammans Þetta er ekki bleia sem er bókarinn, hann gefur henni sjárat í lagi Ég held sko Já, brilla P
Já, er það mamma sér? Já, þannig að ég hefði haldið að geti að verið bókari sko. Hún er managerinn hans, hann sagði okkur það og með okkur í blökkastöðum dag. Ég er mjög ánægð með það þegar hann, veistu hvað hann segir hvað Pete segir um þetta hann segir að þið eru búin að ná í geðvegt app sem heitir Calendar Hann sagði okkur það líka og ég var bara, ég segi, hvað gerir það auðvitað því? Og bara lagði allt á minni ég er ekkert með spes minni Pete sagði við okkur ég sagði Immi bara hvað gerir við varandi öll giggin og svona hvernig áttu að vera bara ef ykkur bókaði í september eða eitthvað hann sagði ég bara reyna að muna það og ég bara ok svo daginn lendan í því að hann og Hreit sem er að gigga saman eru bara eitthvað að chill upp í stúdíói og allt í hennu bara hei syngir ykkur hvernig er langt í ykkur og hann vestasímtali og hann er bara shit en þá var það bara í bænum hann var sattu við það sem betur var ekki á Akureyri eða eitthvað af því að hann var í bænum hann fekk sér Calendar langt í því það er vond að veistu hvað ég segi hvernig þú fengið ykkur til að ringja strax og sendi bara ætlaður að posta þessu ætlaður virkilega að posta þessu það var bara sýnda strax hvað Gústa mig í 4 daga ég sendi ætlaður virkilega að posta þessu og hann bara blessar hvað ekki þú skuldar mig Herri strákar hvað var Brynja? Brynja er bara að vera með stóra keði stóra keði Brynja út af búðinni í Ármálunum já og það er 2 viðbót það er 2 viðbót 1, 2, 3 jú Huss H-U seta Þetta fekk ég frétti ég 14 ára Er þetta ekki eins og að vera bara þá Hustler Nei, það er réttum slóðum ætlar að vera reyna við eitthvað já, reyna við eitthvað já, þetta er crush skotinni fáðu ekki stig fengum eitt og síðan uppáhalds dæmi mitt hérna er Goggur 1000 það er að setja í sparibaugin eitthvað það verður að spara ég trú ekki við höfum lent í Gogg 1000 ég tengdi þetta strax hérna bara bankan og Gogga Goggur 1000 trú ekki að þetta er Gogg 1000 trú ekki að þetta hann er algjör Goggur 1000 Goggur 1000 er þetta að vera nýskur eða eðslukló nei, viltu giska meira? Goggur 1000? Nei, heyrðus Ok, þetta er sem þú gefur út lag á Spotify og það nær ekki 1000 spilunum og það kemur svona 1000 og svona lítill goggur hliðin á sem stendur meira það þýðir að þú fækst minna en 1000 spilunum já, shit Þetta sagði Birnir Er það? Goggur 1000 Þetta er að gefa ykkur frasi En já, ég get lofað ykkur því að það er engin Goggur 1000 á Vakk og Veltu en það er til dæmis bara Reykjavík hér með 2,7 miljón spilanir Það verður tekið 30. maí miðasala tix.is Yes, Gauti er aldrei fengið Gogg 1000 Jú, ég fengið Gogg 1000 Ég bara segi ekki undanfarið Ekki undanfarið en maður alveg fengið Gogg 1000 og maður þarf að fá nokkra gogga til þess að fá 2,7 Algjörlega En gangi vinnu tónleikana Gauti, takk kella fyrir komuna Þetta lag verður væntanlega tekið í Gamla bíó Það er Reykjavík Legendary shit FM 957 Harrið þeirra hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 þakkum Gauta, kella fyrir komuna Alltaf gaman að hafa MC í hús En það er hins vegar komið að dagskrálið sem að er búin að fylgja FM 95 blöð helviti lengi og heitir spurningakeppni Gilsarans Jú, og verður að vera Já, þetta var King of Disappointment Já, þegar gluggaviður í morgun Þetta var 2021 og það tengt eitthvað COVID þunglindi yfir okkur Þá var Stóni þetta 4-3 Það er komið ný veira Það var spennasamt Það er komið ný veira Nei Jú Hvað veiraði það? Já, handaveiran Og ég hugsa líka til því stendi Það er einhver sem fagnar því að geta fengið pinna aftur Þetta þú Þú vil elska Ekki erum við að fara aftur í eitthvað svoleiðis Þetta er náttúrulega hot take Því að náttúrulega margir hafðu það skýrt og allt þetta En hérna Mér fannst rosa kósi Já, ég fóldi þetta ekki Er það ekki? Ég held að Alma Möller mann elska Ég er náttúrulega Við erum allir með COVID-börn Það verður heima meira Það var svona batningafrí Ég tengi það svolítið bara við það sko Já, herðu, King of Disappointment hefur verið einu svona áður og Steindi vann Já, ok Þannig að hann var The King of Disappointment Það er þetta titill sem þú vilt ekki Þú vilt ekki vera King of Disappointment Vilt satt ekki vinna, veist sko Ég vilt ekki vilja En þú heyrðu það var sagt við þig bara heyrðu það stóð ekki King of Disappointment Það er eitthvað sem að Þú ert það bara vonsökin með veðrið og
Bara vonsvikinn maður. Það var ástæða fyrir að smíða þetta. Það var bara vonsvikinn maður. Ég hef aldrei byrjað að smíða. Hvað eitt í mörgum klukktíma að smíða þetta? Hvað fór 05:50 til 4? Skal margir klukkutíma? Það er helviti margir. Fólk fattar ekki hvað mikið vinna við erum að þátt. Ok. Allavega það Stóni ef ekki tapað. Það er king of þessi póðmund að gemur lóskun. Ég vona að vinna í dag. Þú er satt að reyna að vinna. Þú er að reyna að vinna. Sumt á þessu getur alveg tekið punktin eða sleppt, skilur. Og nú kemur fyrsta spurningin. Hefur einhvern tíma valdið yfirmanni þínum miklu vonbrigðum? Já. Þetta var tjúbetspórið snöggir að svara þarna maður. Helgi betur. Hvað, þegar hérna vörðblöð eða? Já, sem dæmi. Ég var nú bara einn stór vonbrigði þar. Bakarinn og Sauðárkróki. Það var vonbrigði oft líka. Ég átti að moppin, ég snýrið moppinu vittlust. Það var bara grínarn í 20 ár. Þannig að sópa með prikinu. Áttur ekki bara rétt að fólki snúð og rökka það? Nei, Varst ekki útkeyrslunni? Já, og svo enda í útkeyrslunni því að það var fínt að nota með Hvernig það. þeir eru moppinu ög? Það er alveg ótrúlega. Ég skilði ekki til hún videotape. Sem betur fer. Nei, ég var einn setið og undir þetta drasslana. Hvernig datið með huga alltaf blöð, þú setur ekki blöður í þetta verkefni, sko. Var það Robby í bakarinu? Þú átt að vera closing a sale. Robby, já. Þú átt að vera frammi. Svo var ég rosalur að steikja. Svo kemur ykkur gæi, ég var í spáð að fæta snúð. Hvað með rúnstekki hérna? Þú myndi alltaf, blöð geti alltaf þykkt bókan af fólkinu, sko. Þeir áttu að hafa mig frammi í sölumennskunni. Með aftur í að skúra. Já, illa nýttur. Illa nýttur. Hvernig varst þú fyrir vonbröðum? Baðvörður að málari? Nei, ekki Þú varst góður að benda á limi, þú varst ekki lélur í því. Kann ekki vel við orðalagið. þú veist ekki illa séður þar alltaf. Nei, þú skeggjaður það. Málarinn, ég var sko, málega það, ég er rosa góður fyrir móralin. Það var eina ástæðan fyrir ég ekki vinnu. Þannig að þegar ég var í málingunni sko, voru við kannski 5-6 að mála í hvers skipti eða eitthvað. Ég var góður fyrir móralin. Málar er líka stemningsmenn. Það fá sér beer. Það var líka lagirmaðurinn er stemningsmaðurinn, eins og lagirinn á vörst. Ég hekk þar bara út af stemmingu, sko. Ég var góður í partíunum og svona. Málar að drekka bara sko löfbröð. Nei, hvað heitir hann þurr? Löfbröð, já. Það var fyrsti bjóri sem kom til Íslands. Drekkar ennþá bara hann. Já, málarabjórinn. Og hérna Já, það var þannig og ég, það var meira þegar ég mætti ekki hvar var ég eftir að fara að vinna upp í Holtakorum annað staðar, mætti ekki rúmvatalæðinu. Já, og svo náttúrulega var ég að vinna, þú veist, alls konar kjúklingafyrirtækjum náttúrulega í Mós og illa síðu þar, hættur í hátteginu og svona samdægis. Mástu eitthvað, það var eitthvað moment svona yfirmaður og það fyrir bara miklu vonbrigði með þig? Já, rispaði bíl þegar ég var að vinna í Hagkaup í Smáratorgi það var að sækja kerrur og rakkerrurnar utan í fína bíl. Varstu yfir kerrun? Já. Varstu kerrugómur? Já, svona ég var allt í öllu. Ég var líka inni. Þetta er rosalega track record. Kerrugómur, baðvörður, Nestek. Ég þekki 2 snillingar sem séðan kerrurnar, Stjáni Stuð og Bóas og okkar bestu maður. Ég veist ekki að þú hefur verið kerrun líka. Frábæris. Og svo var ég á Nestek náttúrulega, var geimtur þar í porti að skera dekk. Það væri ekki að komedian og væri bara alveg auðmikið dæmið til alla. Ég ætla að byggja að vonbrigðum. Ég myndi ekki segja alveg auðmikið. Sko, blöð væri alltaf bara mjög successful sölumæður. Þú væri í ykkur vesinni. Jafnvel myndi sjá þig sofandi og bekkni í bæ eða eitthvað svona potið þar. Stemningsmaður. En geggjaður ég svo að gera þetta og fannst fjölina. Skilu, það snýstu það. Já. Það er báður ykkur punkt. 1-1. Hefur orðið fyrir vonbrigði með félaginn sem vildi hætta að djamma en þú varst í alvöru gýr? Já, mjög oft. Ég var kallaður löggan. Þú varst? Já, löggan er búin að setja sírunna í Þú ættir eiginlega ekstra punkt og þú ert bestur í þessu. Þú ert ekki búin að leggja löggabílum? Jó, það er langt sem ég tók löggun á þig. Hann er búin að minka það blöðurinn en hann getur samt að lefin er gýr og getur fengið það. Þú getur, ég get ekki tala eitthvað svo oft ég fengi sírunna á mig. Já, en það eru svona góð 5-10 ár síðan. Þegar þú kemur með nýja drikki og sem býtur hvertu ennþá fyrsta er hann eiginlega hálfur eða hefur nú fyrir alveg að setja sírun á þá ertu samt að setja hann á ég fyrir alveg að setja hann á ég sagði ekkert maður við þig ég sagði gamla löggan maður er búin að setja sírun já, þú kvótar oft í gömlu lögguna en hún er hætt hún er hætt ég gætt lesið við mönnum eða voru ekki á sama tempo og ég og líka það vildi hætta fyrir hún að það er gaman og einhver að fara en þetta eru mistök sem þú gerir af því að það er ekkert allir á sama tempo og þú og það er engin á sama tempo og næsti maður í rauninni þannig að þú verður að spila líkamann á svolítið eins og fiðlu í þessu eins og öðru að þú getur ekki verið sko að drekka jafn hratt og næsti maður
Nei, þú bara tekur þetta þínu tempói. Það maður verður að gera. Já, Það er 2-2, það er að skora fólki hátt bara í í þessu vesen. lið. Já, þetta eru Það standur tvær mjög léttar. vel í þessu Varstu verið vonbröðum þegar þú lendir í því að það var ekki hringt í þig og þú var svengið til að dansa Jackson-dansinn í bíó daginn Nei, ég var helviti sáttu við það. Það verður verði að viðurkenna. Skrítið að þú er ekki verið. Fyrsta sem ég hugsaði Já. Akkur var ekki blöður ráðinni að Alveg setja á þig Ég sagði ykkur þetta hanskan, daginn. farði í gallan Það eru jafn mikla líkur í að mætt á tippinu. Ég er bara að dansa þarna. Hörðu, þú Það er bara þannig. ef þú Hanskinn á bara- tippinu. Þú bara ert inn í lobby myndin er að byrja, setur lagið á Þá þyrfti ég að check myself. Ert með Já, góð gestir. hattan og hanskan Búin að taka það oft út allt þegar ég fann að taka hann í bíó hérna einhvern veginn fyrir einhverja mynd, það er bara ekki hægt. Já, þú málið, þú svapst á verður hana. Hvað gerir? Kom bara aðra gæðir inn. Já, þeir eru ekkert búin að, þú veist, ég fílaði það alveg, Gústi og okkar menn, ég er ekki að rakka það niður, ég er að segja að það er skrítið að ég er verið að fara að taka þetta í 100. sinna í einhverjum bíósal fyrir fólk. En munið þegar Curse tók Jacksonin í Vegas. Já, þegar hann keypti jakkan og Dagbjörns var nýbúin að biðja hann að kaupa eitthvað fyrir barnið og hann sagði að það var alltaf dýrt og keypti hann jakka sem blikkaði sem var dýrari þar sem hann átti að kaupa fyrir krakka sinn og hann er ekki sest þessi jakki síðan. Hann er búin að fela hann vel fyrir öllum. Það er góðu Jackson og allir króksar að kunna Jacksonar. Svess og hýri finni Curse getur það ekki. Herðu, ég er með svaka sögum Curse maður. Nú. Ég var í Elko og var að vesla eitthvað þar og þá spyr starfsmaðurum á kassanum hvort að ég sé ekki alltaf í góðu bandi við Curse. Sagði ég, heldur betur, okkar besti maður, hvað er í gangi? Já, hann var daginn í búðinni og ég kalla á eftir honum Landa Curse og hann snýsi við og segir svona hálf þungur, ég gengi ekki lengur undir því nafni. Svo hélt hann bara áfram að vesla. Ég ætlaði bara að taka fyrir hvort þú myndi að tjekka fyrir mig hvort hann var eitthvað fúll. Ég gengi ekki lengur. Það er nýbúin að fá þetta nafn. Þetta er bara 6 ára gamall nafn. Ég gengi ekki lengur undir þessu nafni. Ég heyri þetta og sé þetta fyrir mér. Sko, við hendum allir í krakka þarna ekki í amalina sanna. Já, er það Pearso? Nei, ekki ég. Nei, þú átti krakkar ári áður. Ég aldrei segja brökinu þar. En þetta var ég, Nei, hvað gekk á hann? Swessmouth, The Boob, Já. allt til að Landakuss. Þetta er 6 ára ammali, hann er bara að kalla Landakuss 6 ár. Nei, 5 ár. Þetta er krakkin ár. Já, rétt. Þú dæltir hann 9 mánuðum áður. Já, I get it. Það er næsta spurning. Já, hörru. Þú fekk ekki búnt að það? Stendur, þú ásáttur að vera ekki hringti þig að dansa Jackson? Nei, ég hef aldrei dansað Jackson. Ég hef það verið mjög skrítið einhverja hringti mig. Hefur eitthvað gæla verið disappointed með því í beddunum? Já, það er alveg gæst. Já, það lítur nú. Punktur og blöð. Verðið með nöfn og okkur sögu þarna til þess að glæðja hlustendur. Ég er það ekki bara frúin í annarkvæmt skipti. Þetta er bara heima. Leggur þið fram í annarkvæmt skipti svo... Nei, ég er að fá okkar. Það er góð taktík. Í staðan fyrir alltaf að vera á full speed einhvern Nei, maður getur ekkert, það er ekkert hómar en hvern skipti. Það getur ekkert haldið því frá. Meira heima eru kannski ekkert vombrið. Það er ekkert vombrið. Meira að tala eitthvað þegar maður var yngri og... Já, ég veit það. Já, þetta er bara slá að létta. oft dag. Oft, já, nei, þetta var að aðalega bara ef að sumir voru ekki í sama stuð og ég. Já. Það er vombrið. Bara með eitthvað búðing í klófinu og það er ekkert gaman að því. Og maður drekka mikið. Það báðum punktar að 3-3, þetta grínast það. Þegar þú nota pick-up-línuna, það varst að svo sagt gælum að svona botchakall. Botchassaður þið? Botchakall? Ef að... Það blöður nýtt nokkuð hann. Hvað sagður þið? Þegar þú nota pick-up-línuna, þú segir gælum að setja botchakall. Hver heldur að það gert það? Króksar eru svolítið með botchakallar, sko. Já, heldur einhverju okkur að reyndu stelpum með að segja að þetta algjör botchakall? Hann sé. Þið takkir leiknum alvarlega samt. Nei, ég veist ég. Já, bara gaman, ég hef ekki notað sem pick-up-línu. Já, veist, en ekki að pick-up, bara þú tala við gælu og spjalli kemur að eitthvað að þú er botchakall. Ég er alltaf með bláu kúlurnar í botcha. Ég er alltaf með rauður undar. Rauðu, þú hefur kannski sagt það eitt. Og þegar við séð gælu bara, og veist, þú sér að hún er alveg að fýrast upp við þetta. Ég hef aldrei talað við stelpu það sem ég er að monta um á boccia. Það hefur bara ekki gerst. Þó mér finnst mjög gaman í boccia. Þá hef ég aldrei verið eitthvað svona, já, herðu, svo náttúrulega við strákunum alltaf í boccia, við höfum upp í bústað. Ég er alltaf með rauðu kúlurnar. Ég hef aldrei sagt það. Ef einhver er að hlusta og er til að testa downtown í kvöld hvort að bocchakall sé virka, það myndi glæðið með heldur mikið, þið myndi fá info með það. Það sem myndi virka. Og kannski gælur líka, segja gæðum að það eru bocchagælur. En málega, það sem myndi virka. Það er mjög gaman í boccia. Ég get lokaði það sem myndi virka var ef einhver af þessu fyrirtækjum sem eru náttúrulega hellingur af fyrirtækjum sem eru með svona entertaining dæmi myndu hendi bottseföll
Þannig að þú getur farið, segjum eins og bara farið í keilu eða pílu eða Það eitthvað er eina sem vantar í keiluhöllina, það er með allt annað. Gæti farið í boccia, því að þetta er létt að hendi í boccia. Það er svo lítið völd. Það er bara smá sand, er ekki gott að hafa sand? Já, hann má þessna bara vera golf. Þú getur spilað, ég hef spilað Bara golf, gervigrassi. ég hef spilað boccia bara á hótelsvítu, sko. Ég veist, já, ég meina, Hvað sem eru reglundir að vera sandur? Nei, ég veit það ekki. Nei, kannski, nei, það er örugglega bara að skýta á Bara þeir. Já. Hefur orðið fyrir vonbrigð með vininn, þú varst í róli heitur að hæja þér? Já, það er stendur komið fórustu. Já, ég þurfti aðeins að meðtaka þessa. Já. En sko, hefur einhvern tíð verið að hæja þér og einhver var að banka hurðina eða eitthvað? Það myndi bara Aldrei segja gerst. Kúk í fílu. Það er potið gæst, ég hef sagt bara hér, ég er á leiðinni. Já, býtur ekki það Þú vil ekki sagt Nei. bara að hafi kúkað í fílu? Ég sit ekki bara í Kúkað í fílu? þögninni. Nei, þú veist, blöð ekki kannski kúkað í fílu, en- bara í fílu. Já. Ég hef aldrei verið í fílu að kúka. Það er ógeðslega skrítið. Það er bara skrítið að vera fullur maður í fílu. Nei, bara, að það er skrítið. Þú fórst í fílun og klosti. En pælið að sitja og vera að kúka og vera í fílu líka. Gerist það ekki Það þegar var ekki, kallaði? nei, Standi var ekki í fílu, hann var brjál. Nei, Hann var nei, temporarily þið eru insane. svo mikið. Ef hann hefur verið fyrir í bóksun annað, þú voru í alveg vesinn. Þið eru svo overreacting á hvernig ég var bara hissa og nexlaður. Hissa. Og ég Komst var, bara eins og villidýr inn í stúdíu. nei, ég var ekki reyður, ég var sá. Spurðu mig hvort ég var eitthvað rugglaður og hvað væri að Já, mér. ég sagði, er eitthvað að þér? Þetta hefur þurft að vera í mynd, sko. Eru menn orðið rugglaðir? Já, já. Já, þú varst ekki með þennan tón. Nei, Já, þú veist ekki brosað, þú Ég sagði hef þetta sagt bara hvað eru eitthvað Það rugglaðir? er mjög langt í frá að væri svona. Eru menn orðið eitthvað rugglaður? Hvernig var þið? Þú varst bara Hreinskilin. Hreinskilin? Já, ekki ekki lagi? Já, þú varst Hvað er að þér? Já, sko, Ertu orðin bilað? ég kann bara að halla mér aftur í stólum að slaka á, því ég var ekki að banka eitthvað, þegar ég var saklusum. Nei, þú Þetta var varst blöðar ekki í þessu. fæstir ræð þarna. Ég fekk Ég var það með silkislag. það gat. Ógeðslega óþægild, það eru mörg 5-6 klósettan inni, maður opna svona aðalhurðina, allt hitt er náttúrulega lokað bara, veist ekkert hverju er hann inni. Herri, við erum búin að ræða Ertu þetta ekki að fara að svona 100 koma? sinnum. Þú erum að býða eftir þér, þú erum að býða og býða eftir þér. Ég Herri, er inn einhvern Við veginn. erum svona að reyna að gera þetta atriðu upp, þetta var bara... Já, við erum búin að gera þetta upp í 5 ár. Já. Það er 4-3 fyrir stendað ekki. Þetta hefur- satt ekki í mér. Það eru það tvær eftir, hefur þú bent á þannig magn af limum? Þessi þarf að fara að hætta. Já, Þessi er Hún orðið er eiginlega Þú veist ekki komin hvað að ég var að endast. segja. Ég finn hún orðin þreytt. Þessi er svolítið komin að Þú ekki endast. hugmyndu hvað ég var að segja? Jú, býttu, það var samt eitthvað nýrra komið inn, sko. Þessi máli fara fyrir það. Hvernig kláraði Ég er ekki búin að koma með flöskuborðið í mörg ár. Nei, það, hún er komið. Stöðumalöðurinn er ekki búin að koma lengi. Reyndir þið búin að vera góður í pásu. Já, já, en Ég set alltaf ís á endan. nei, það var eitthvað annað sem var nýtt. Þú ert bara að gleyma. skrefið. Já, ok, það Já, og hætta. síðan Það var var ég þetta bara, fínt bara. það varst að missa út og var í kerrugómur, það getum við að vinna með það mögulega á næstunni, sko. Það elskar þú að gefa mig nýtt material, sko. Ég hafði ekki hugmyndu það, sko. Hvernig er þessi spurning? Já, sérst, og neða, sko, hefur þú bent á þannig magn af limum á einum degi að þú hugsaðir þvílíku anskotast vombriðin sem ég er maður, úff. Nei, nei. Það er ekki gert. Þú skammaðist aldrei að vera báður. Það er góð að vera high paying job í dag, sko. Nei, ég skammast mér aldrei. Skammast mér það. Nei, ég segi þetta, ég seti ekki bara hálun á jobb. Ég átti líka fjölbreytt starf. Þú ert í hérna frammi og ert í Egil heldur ekki og- þessi fjölbreytt. Nei, þú ert í Hann heldur að afgreiðslu. þú standi bara inn í klefa, bend og tippi. Já, Nei, svo kannski stundur fyrir að fylgjast með línunni, segir fólki að fara að henni. Svo þurftur að skúra í íþróttasalinn. Þá keyrður bara með svona litlum bíl fram og tilbaka og skúraðir hann og fórst upp í turn og í afgreiðslu og svo Fórstu bara 10. Það er skemmt, þú ætti ekki bara að tapa þetta síðast og getur Já, rúst ég á get- hann með 5-3 Ég get jafna. og maður verður ekki disappointed þegar maður fær stóni í beddan. Er einhver sagt þetta við því þetta var? Þannig Þannig ég fekk ekki séns. Það var alltaf ekki sagt að það er blöða því að hann heitir ekki Stóni. Það er erfitt. Ég gat Þú ekki jafna. pakkar þau saman ennina þörna. Sama skor, 4-3. You're king of Herru, við hefum disappointment. getað sleftir í það bara. You're king of Nota disappointment. 2021. Þú er búin að vinna þetta tvisar í röð. King Þetta of er ekki gott, disappointment. sko. Ég myndi ekki vilja velja þetta, það er nokkuð líkt. FM 957 Hárið það er keilöðun og Pepsi Max sem fær ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og eins og við komum inn á í byrjun þá er smá gestagangur hjá okkur í dag sem er alltaf skemmtilegt og tala nú ekki þú fær nú bara eina stærsti hljómsveit sem að við Íslendingar höfum hann leða okkur á Monsters and Men við bjóðum Arnór og Brynjar fyrir geðu, velkona. Þetta er rándýrt að fá ykkur hérna. Monsters and Men, maður. Hvað er hljómsveitin búin að vera lengi? Við erum búin að vera til ansi lengi Það síðan ekki? 2010, þetta eru hvað orðin Já. 16 ár. á 16 ár 16 ár. Og bara alltaf á ferðaflugi og spila og... Já, mest megni sko. Já. Það var svona smá pása, kom hann að COVID og allt það vissinn og síðan bara eitthvað. En þegar allt er eðlilegt, þú veist, búið þið hérna alveg og þið komið bara hérna í ykkur nokkra, þú veist, vikur eða eru þið miklu meira heima eða hvernig virkar
bara basic ár Sko við búum öll hérna og svo höfum við vanið okkur það við gefum okkur alltaf svolítið mikinn tíma á milli platna, þannig að við erum talsvert mikið hérna sko. Svo náttúrulega fyrir að túra á fylgjuplötunum eftir þá er maður kannski meir og minna erlendis en... Takið upp hérna og svo Alltaf er gaman þetta er alltaf gaman Og sko, þannig við ætlum að ræða meira en það en risa tónleikar á Íslandi núna í október Það er Kaplakriki Loksins sko, bara allt og langt sem við spiluðum heima og hérna Ég var nefnt að hugsa þetta, þegar maður er ekkert spila ofta eitthvað svona stór gig hérna heima eða? Nei, við gerum náttúrulega eitthvað með bylgjunni í hljómskálagarðinu og þú veist, við alltaf gert svona frí gig úti Vífilstaðatún og Garðabærin 2013 og síðan langaði okkur bara að koma með þetta heim svona sína Þeir eru þá að enda túrin hér heima Já, er það að fara bara á nýjan túr núna sem endar hér í október eða? Já, við fara inn í festival sumari núna sko og ætlum að enda svona þann legg hérna í Kaplakrika koma við heim bara með, þú veist með alla sviðsýninguna eins og við erum að túra með út allan heim og gera það bara loksins bara svona almennilegt sjó sko. Fíla það maður Þannig að við Íslendingar erum að fara að sjá bara sama sjó og þeir eru að fara að ferðast allan heimið like it maður Og hvar byrjar svona túr ef hann endar á Íslandi? Við byrjum náttúrulega bara í október í Bandaríkjunum og Kanada og Mexiko síðan fóru Evrópu í byrjun árs og síðan eru nú að fara til Ástralíu og Japans Thailand Það er bara allur heimurinn maður Heldur betur Það er mikilvægt að taka hérna líka þú veist eins og fyrir ykkur Most of Men, Laufey, Kali og þessi þegar hljómsveitur eru komnar á þessa stærðargráðu þá er möst að koma líka hingað og sérstaklega með sjói sem að aðrir er að fá eða fattu þú veist með allan það sé ekki eitthvað eins minna þó þú sé Ísland Nei, það takist alveg bara heyru þetta er bara sama sjó, skilur við, bara risa dæmi Hvað fannst það mikilvægt sko, að koma bara heim með þetta alveg eins og við gerum þetta mjög spenntir því sko Að við flóið, þú sagðir Ástralía, að við flóið áður og þangað Já, ég held að þessi í 5. að 7. skipti sem ok, ég ætla að fara að vara ykkur eitthvað við Það er ekki gaman að fljúga þangað Nei, þetta er svolítið langt Þetta er samt, þetta er bara hluta þessu sko, við fórum til Nýja-Sjálands og það var rosalegt, ég náði að leggja mig ég sofna aldrei í flugvél, ég lagði mig 4 tíma og horfði á bíómynd, vaknaði þá átti ég ennþá 11 tíma flug eftir það er alveg viðbjóður maður verður hálf ruglaður inn í svona löngum þetta er alveg svona morgumatur, hádegismatur og kvöldmatur þú veist ekkert hvað klukkan er og ert bara að horfa á einhverja mynd og fyrsta sem Steindi sagði mig í vélinn, við getum dottið tvisvar í það getur farið til hann farið að sofa og byrjað aftur sem er helviti hart, en hvernig er það á svona túrum, er þetta stemming, menna að sippa í sig og í stemmingu er þetta bara svona algjör vinna? Já, þetta er eiginlega orðið bara meira að vinna hjá okkur sko, svona auðvitað alltaf góð stemning og allt það en menn eru kannski fleikar að fara bara út að hlaupa eða eitthvað það er engin með allt lóð, einhver einn í bandinu með allt lóður rétt ekki sko sko, ég væri svo mikið til að eiga svona alveg bara geðvitt safn af geggjum svona sögum sko þetta er bara í bandinu við erum alltaf saklega sko ég ætla að spyrja ykkur hvort þið væri með einhverja svona bransasögu þú veist, er eitthvað sem þið muni eftir maður, ég frýs bara, þú veist hvernig þú ert betri að muna eitthvað svona þú veist, ég meina já, nei, samt ekki þú veist, þetta er bara hvað, þú veist þetta verður líka svo, bara þú ert einhvern veginn að gera eitthvað og ert heimdur inn í einhverjar aðstæður sko, og þú veist, við höfum týnt einum í bandinu í Chile þá var Major Lazer að bjóða okkur í eitthvað svona eftirpartí og við horfðum á eftir einum, hann bara, ég redda mér heim og síðan bara hvarf hann bara með bara Major Lazer og það er þetta rosalegt og dönsorunum þeirra, sko, það var mjög skrítið og síðan vaknaði hann í lobby daginn eftir á okkur hóteli það veist ekkert hvað hann var bara já, þetta er bara, þú veist það það er a great time hver er svona hvað er frægustu söngvara sem hefur verið að hitta á svona Það tóra bara með öllum já, bara þú veist, eins og festivalum þá hittur þú náttúrulega bara einhvern veginn alls konar fólk en ég sko er rosalega lélugur í svona í popkultúr sko taka blöð með maður, hann þefa þetta fólk uppi sko. ég væri búin að koma okkur inn í allt þetta bara huge fan, we're of Monsters and Men can we hang við værum svona partur af þessu samt ekki, kringabandi ég væri með þetta í símanum það verður eftir þetta lag þetta eru við gefum þér að drekka það er svolítið stafingin fá því
bara sem almanni Já, það tengir. væri næs. Já. Það ekki flóki, ég er reynda pínu flóki núna því ég er með 2 börn en annars hafði ég verið mega til að ferðast heiminn. Það er ekkert máli, ég var orðanur með 3 börn sig. Séum þau bara líka. En hvað er miðasalan? Hún á tix.is. Tix.is. Já, og ég get lofað eitthvað því að það verður uppselt í Kaplakrika, þannig að farið inn á Tix.is, tryggja eitthvað miða og eins og ég sagði, ég dyrka að við Íslendingar séum að fara að sjá bara sama sjó og túrin sem er í gangi. Fólk þarf að vera á tánum með það bara mun seljast upp á nanosekundu. Já, ég myndi bara að fara inn á Tix.is núna og tryggja mig með að drengir heiður að fá okkur í stúdíói. Bara sömuleiðis. Góða ferð til Ástralíu. Takk. Já, það er Þetta er tvisvar. Það er bara það líkt. En ég gruna þetta lag verði tekið í Kaplakrika. Topp tónlistarstöðin FM 957. Það held ég, kæru hlustendur. Alveg lag hér á ferð of Monsters and Men, Little Talks. Þetta er lag. Þetta er lag og ég var nú ekki að ljúga því hérna á drengjunum að ég ætla að bótt þetta bara að sjá þau 17. oktober í Kaplakrika. Spenntur að sjá það, ég hef aldrei séð það Gekkja ljónsveit maður. En við erum konum með 3. og síðasta gest dagsins og þetta er nú manneskja sem ég er búin að þekkja í ansi mörg ár. Það er systir Egils, hún er Hildur, verstu velkomin. Já, þakka ekki alveg. Fyrsta sinn sem þú kemur í þáttin eins og það er. Nei, ég kom fyrir, ég var að rifja upp, ég held að segja svona 11 ár síðan eða eitthvað. Þú hefur komið? Já, þegar við vorum að þúlsast viðmilum. Já. Og hoppaði ég einu svona niður úr vinnunni, aðra hæðinni og fór eitthvað viðtal og var að tala með Egil alltaf að hlusta á Celine Dion og... Já. Mér leik eftir þessu. Þegar þú segir það. Ég var að hlusta á Celine Dion. Þú elskar Celine Dion. I'm a fan. Já. Við erum bæði, probably svona top 5% biggest fan in the world. Já, fólk heldur sé eitthvað grínast með það. Nei, Sko pappas blöð kallar Celine Dion Klein Dine. sagði það einu svona óvart. Já. Hann spurði mig hvort ég ætti hennar Klein Dine diskinn í töskunni. Það var sem sagt Celine Dion. Klein Dine. Það er þetta geggja nafn. En sko við byrjum alltaf á því að spyrja gesti hvernig ertu? Ég er bara ótrúlega fín. Já. Það er bara að segja það. Já, það er svona smá munun á þér og bróðinu. Þú ert alltaf með allt upp á 10. Já. Það er ekki döðsinn á því. Nei, það er svona eitthvað sem ég kynst sko. Þú ert yngri systirinn. Ertu samt ekki svona eldri systirinn? Bara hárrétt metið, jú. Það er bara nákvæmlega hannig. Passar upp á drengið þó að setja yngri? Já, ég fór út að heiman undan honum, löngu undan honum. Ég held að hann ætla aldrei að fara. Já, strákar eru náttúrulega, þú veist, þroskast setna sko. Jú, það er alveg rétt. Það verðist vera staðan. Það var staðan á þessum þreim sem er hérna sko. Við erum allir nýfluttir út sko. Já, ég veit það. En sko, við tókum hérna hann Póli hæðina, við fáum aldrei sko, af því að þá annars þarfst að fá alla hvað ertu komin í pólitík? Já, það er nákvæmlega þannig. Það er eitthvað nýtt eða? Þetta er svona, er þetta ekki eitt af þessum miðaldra skrifum sem maður tekur, svona 40 pluss, ég var 40 í fyrra. Þannig að nú er ég bara í frambóði. Ég er á 7. sæti lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi. Og þannig nú er ég bara að fara fulla ferði að gera frábæran bæinn betri. Hvað er það að fara að gera fyrir bæinn? Kottu með þetta, nú er þetta í pólitík. Við erum í rauninni að fara að halda áfram að gera bæinn frábæran og geggjaðan. Já, þetta er þetta ekki það sem fólk vil heyra? Jú. Bara hvað ætlar að gera? Ég ætla bara að vera með stemningu. Já, ég ætla að vera með stemningu. Bara stemningsbæs. Það er bara nákvæmlega þannig. Nei, Ásdís er bæjarstjóri og hún er í Sjálfstæðisflokknum og hún er búin að vera að gera bara frábæra hluti í bænum. Þannig við ætlum bara að halda því áfram. En hvað rakði út í pólitík? Sko, ég fekk í rauninni bara símtal og bent á mig og ég svona hugsaði þetta aðeins og er þið með djagli, með stundur hlutina með honum og þú bara stæði þetta. Þú er að fara í pólitík líka? Ég sá bara af hverju ekki. Ég meina, þú er geggjuð í þessu og bara let's go. Já, ég er gaman að því að við segjast í eitthvað svona verkefnum. Þannig ég bara sagði bara fulla ferð. Ég tek svo ofan fyrir fólki sem fyrir pólitík. Sérstaklega sko, þú veist að vera svona alþingi. Að vakna, fara og bara vakna á mótana og fer bara að rífast. Já, ákveðan. Bara að rífast og þú er bara með eitthvað mission sem það langar að keyra í gegn og gera því svona 5 ár ára að gerist. Og þó sér þetta standaði vel, þá farið bara skít. Já, og það fær alltaf bara skít. Einmitt. Það er bara málið. Velkomin í þann heim. Nei, ég held þetta sé öðru sér í sveitastjórna í bæjar, þú veist, það er stemning. Sko, ef þú ert í bæjar, þá líka sérðu hlutina meira að gerast. Þú kannski vilt eitthvað ákveðna hluti, fá eitthvað skilti hér og betri lýsingu þarna og bæta þetta og hitt og þá, þú veist, þú sérð það. Alþingi er aðeins erfiðara, sko. Það er meiri... Þið eru ekkert að tala ESB hérna í Kópavogi. Þið eru bara að tala hvað er næstu göngustígur og hvað skilta og lýsa. Hvað hérna 7. sæti? Er það baráttusæti eða hvernig virkar þetta í Kópavogi? Það er svona, við erum að vona það. Það er bara algjörlega þannig. En lítur það nú útsakað nýjastu kostning,
hvað ætla ég að segja, könnun, rétt. Já, ég get alveg sagt fólki í Kópavogi að þetta er toppmanneskja. Hún er ekki með sömu brandarann alltaf eins og bróður sinn, þannig að ef ég ætti að treysta öðru þeirra að fara í pólitík, þá myndi ég velja Hildi. Ég verður bara að sammála því. Það er bara staðan. Ég ætla að henda ykkur tveim aðeins í hvort ykkar, það er að segja sískinin. Hvort ykkar er frekara? Egill. Sammála því, Egill? Ég held ég verði að vera sammála þar sko. En að þverar líka? Já, ég var að segja, hann er náttúrulega þrjóskastu maður sem ég þekki sko. Hann er rosalegur sko. Hann er ekkert eðlilega þrjóskur. Fyrst þetta bara í fílu að fara ekki að svona við. Nei, og bara ekki nóg með það. Þá á ég son sem heitir Gunnleifur Orri og hann er eiginlega bara mini-versjón af Agli og hann er næst þrjóskastu maður sem ég þekki. Ég vil meina að það sé heilt yfir jákvætt að vera þrjóskur, getur verið negativ. Já, ég hef verið með Agli sko erlendis þar sem hann fór í fílu því að ég vildi ekki fara með honum í dýragarð, við vorum 30 eitthvað sko. Ég mun áfram fara í fílu, ég byrði að fara í dýragarð og segi nei sko. Já, hann alltaf elskar dýragarða, við vitum það öll. Eftir 20 ár, ef við erum Flórida Golfa og ég segi blöður og kíkjum í dýragarð og segi nei, þá fer ég í fílu. Af hverju færður ekki bara einhver páðokk? Sem kemur alltaf með þér. Það er svona alvöru krakkafíla líku. Svona alvöru fílu. Bara horfðu gluggar og segi ekki neitt. Hvort er það þægilegri krakki? Þú er líklega Hildur. Já, ég veit það samt ekki. Jú, ég held ég takk þetta. Þetta er nær, þetta er ekki augljós svar endilega sko. Nei. Ég held að tiltölulega þægilegi krakkar. Jú. Bara. Við erum líka ekkert eitthvað kannski mjög ólík. Þannig að það er líka kannski mjög svipuð, margur leiti. Já, það er ekki clear winner hann sko. Ég maður svona krefjandi úlingur eitthvað, veist að gera at og kasta upp snjóbolti með ykkur. Nákvæmlega. Það er bara basic. Krakki, heldur við bara eðlilegu krakki. Já, ég myndi segja það. Það er síðast að hvort ykkar er betri í spilum? Hildur alltaf. Hún er svo að spila lúði. Hún er til að vera króksar. Það er eina sem ég ríft við sýsti mínar það er þurfum að spila. Hún er svona, þið getur spilað held í mér. Hún er bara svona eilan, þú elskar að spila. Já, sko við Gulli, maður minn, elskum að spila og bönnun okkar, þannig að við spilum mjög mikið. Þannig að ég tek þetta. Já, ég tek þetta. Þú ert samt aðeins skanna, þú nennir að spila núna. Ég er með skaman í quizinu og svona. Það við spila risk. Já, það eru vinaslitt. Ég myndi býða með það. Það er risky business. Já, ég veit það. Það er Ég hef ekki verið mikið í risk sko. Nei, það er ekki spil sem átt að fara í það tekur ógeðslega langan tíma og svo byrjar að hata þann sem átt að keppa Sko, ef þú fer léttilega í fílur þá það bara sleppið það bara alls ekki. En þetta er satt gaman, þetta er svona í grunninn skilur, hei, ef þú sleppir að rásta mig núna þá læti þið vera á eftir og svo svíki og svo ert alltaf að svíkja En Hildur, heiður að fá þig enga í stúdíói. Heiður að Og hvað, kostningar er þetta ekki bara næstu helgi? 16. maí. 16. maí, þetta er bara dætt inn. Það er bara 8 dagar í þetta. Kostningar og svo er Eurovision og varst þú ekki að segja það illa? Það er Eurovision 16. Líka, sama degi á kostningarnar. Rétt. Það er kostningar / Eurovision. Það er eitthvað meira alltaf sama degi. Náttúrulega Íslendingar ekki með, það vantar aðeins. Og Kópavogs búið bara að kjósa Hildi, sérstu allir sem að hlusta, ég trúi ekki öru. Ég vona það. Já, við sem gangið vel. Heiður að fá þig, gangið vel. Takk fyrir að fá mig. Topp tónlistarstöðin FM 957 Held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 á FM 957. Það er nú eiginlega bara svona nánast komið að lokum hér hjá okkur í dag. Flýgur hérna. Já, En klukkan áður er við 6. kveðjum, þá er tilkynning hjá okkur félagum. Það er alltaf kannan tilkynna hluti. Þetta er við vorum ekki með í fyrra. Þetta er fyrir the party people. Ekki bara og Selfossi, heldur líka bara út all land í rauninni. Það við félagar verðum á The Carlet. Já, 11. júlí, förum á lettuna. Það er kótilettan í ár maður. Og Búin að það skrifa undir, er félagar. alvöru stemningsgigg. Já, alltaf stemning á Selfossi. Það er stemning á kótilettunni. Við vantilega förum á Það er alltaf stappað á gamla. Kíkjum á Tomma Krús, tökum eitt og kalda. Þetta við gerum let's make a day out of it. Já. Bara dýrkum Selfoss og hvetjum allar til þess að tryggja sig miða á kótilettuna. Stutt að fara líka. Ég held að séu flestir sem vita það er alvöru stemning hérna og mikill gýr. Það er alltaf staffa og alltaf gýr. Svo er næsta tilkynning fyrir Aker bara á föstudaginn. Já, þá kemur næsti listamaður. Mikið tilkynningar þetta. Þetta er enda að koma sumar, þá er mikið tilkynningum. Já, það er eitt lag sem verður bæði tekið á Akureyri og kótilettinu og það er hér. Takk fyrir í dag. Heyrjumst eftir viku. Þetta er FM 957